Jólagjöfin í ár spurningaspilið Bíóblaður. Hvað veist þú kvikmyndir? Þetta svona minn jólaþáttur, strákar. Ég ekki mynd, ég vona fólk fyrirgefur það. Það svona smá meira bögg. Þau sjá ekki jólasveinabúningin sem þú mættir í. Já, ég sést ykkur búningu, enginn sér það. En þetta svona minn jólaþáttur, því ég ekki með sérstakann jólaþátt. Það svona mín jólagjöf til allra sem að hlusta eða horfa á podcastið. Bara eitt stutt á að fara í keppnina. Ég svo stutt viðtal Macaulay Culkin, bara í gæra eitthvað. Hann var ykkur í podcastið eða eitthvað og ég svo svona klipp á TikTok. Já. Og hann var að segja það bara Die Hard, þetta ekki jólamynd. Það bara taldi upp ykkur nokkur ástæð fyrir því. Ég er ekki sammálunum. Ég man einhvern tíma að ræða þetta við ykkur. Er Die Hard jólamynd? Já. Móli, Máni? Nei. Ég sá gaur, svona bíómyndi gaur á TikTok, bara gerir svona þýsis yfir þetta og ég horfði á það og hann taldi mig trú að þetta er jólamynd. Þetta er jólamynd. Það gerist jólin, þetta er jólapartí, jólalög. Þú veist, það er ógeðslega mikið jólastöff inn í þessi mynd. Og hann er ekki í bakgrunnum. Og hann er að reyna saman af fjölskyldunum sína. Já. Hvað er jólalegra en það? Konan heitir Holly. Holly, já. Holly Jolly Christmas. Holly Jolly Christmas. Þannig að Holiday. Þegar hann er í limousine og hann segir, hey, can we play some Christmas music? This is Christmas music. Já, Christmas Holly sem er með DMC. Já. Ég ætla að segja já líka, af því það var æðislegt myndband eftir YouTuber sem heitir Leon Thomas og hann fann einhvers þar, hann var búinn að búa til svona lista yfir hvað þarf jólamynd að hitta mikið kritería og það voru 5 dálkar sem hann var búinn að svona safna saman yfir hellinga jólamyndum og sumar fylgdu öllum kriteríu og sumar ekki og hann sagði, ef Die Hard hittir 3 af 5 þá er hún jólamynd og svo fór hún yfir og hún snerti 4. Einmitt, af því svo er líka, ég meina, til þess að kalla eitthvað mynd jólamynd, hvað verður að vera jólasveit? Það var sko, ég man ekki alla dálkarna, hann sagði sko, nummer 1, gerist hún á jólunum, það er auðvitað kriteríað og hefur það með jólin að gera með framvindu sögunar það er Die Hard já, er jólatónlist eða eru jólaskreitingar í myndinni tengjast skilaboð myndarinnar jólunum og síðan 5. og hann sagði þetta er að mikilvægasta er þetta mynd sem fólk horfir á jólunum einmitt, fólk horfir á jólunum Já. Þannig að Sko á alla svona, ég held að þetta sé, þú getur sagt þetta er tæknilega sér jólamynd. Já. Eins og Lord of the Rings eru tæknilega sér jólamyndir. Nei, það er ekki sambanilegt. Það er víst, það er alveg eins. Þetta er alveg eins. Uppáhaldsmynd Bjarka frænda, hún er óhefbundni jólamynd. First Blood, það er jólatrí í bakgrunum. En er það samt ekki það eina? Það er ekki að sama. Ok, þetta var bara svona mitt svona smá jóla-intro. Já. Bara stutt, þessi þáttu kemur út núna fyrir jól. Ég ætla að drífa maður að klára hann fyrir jól. Spilið mitt, fullum gangi, búið ganga mjög vel og ég er mjög þakkláttur. Ykkur sem hafa stutt mig, bæðið þið og fólki sem er hlusta að horfa. Ég finn fyrir svo skemmtilegu meðbyr og mér þykir rosa væntu það. Þannig þið þarna úti, þið sjáum ekki, en þið heyrið mér. Takk æðislega. Þið getið nálgast spilið í Hagkaup A4 spilavinnum og ef þið búið fyrir norðan í sjoppunni hjá Almari. Ég vildi koma þessu skilaboðum áleiðis og hann við byrjum. All right. Og annað, ef að þú ert að hlusta þennan þátt eða horfa eftir jól, menn það er fólk sem kannski hlustar á hann í febrúar eða mars, þá veit ég ekki hvort að spila verið mjög fáanlegt í búðum, en það er alltaf að senda mér auðvitað enga skilaboð á Instagram síðu Bíóblaðurs. Bíóblaður, endilega fylgjið mig þar. Þetta var svona formleg svona lýsing og svona plugg og ég var svona að hugsa á leiðinni, ég þarf að koma einhver svona punktum á leiðis svona áður en ég fyrir að byrja keppnina, ég held sér ekki gleyma neinu og fyrir bara að dempa okkur í þetta strákar. Kíló og Ísrael, þið unnu núna Odd og Tóta, það var bustrákar 47-30, það er rúst. Mér leiði hálfilla að vinna Fannst þér svo að vera að vinna þú krakka? Nei, ekki alveg. Suffering from success. Tóti við svo ógeðslega mikið. Já, missi mikið. Já, hann missi helling sko.
og ég elska Odd en hann vissi ekkit svakalega Hann svona heavyweight, þú veist, hann heavyweight, Máni heavyweight, Israel heavyweight. Ég meira svona wildcard, svona skilur, ég bara svona, jú, ég veit það, ég veit það, skilur. No one wants a wild card. Já. Wildcard, bitches! Yeah! Ég bara ánægður að taka þátt og ég fullkomlega sáttur að hafa unnið Tóta og Odd. Ég bara svo sátt, ég var bara að tapa allt. Okay. Ég bara ógeðslega ánægður að hafa unnið eitthvað og bara gangi ykkur vel, strákar. Líkum þeir að þið munu vinna. Hendin á strákunum. Passi ykkur einu, Kíló, ég veit að þú ert rosa animated, að það passi ykkur að berja ekki mikið í borðið. Já. Óli og Máni, þeir eru professional í þessu, þeir kom ekki, það er aldrei eitt svona hljóðvesen eitt svona. Það er búið að skamma okkur svo oft. Og aftur munið, ég hef sagt þetta líka við ykkur áður. Kíló, ég er Er ég bergi borðið stundum? ekki núna, stundum já. Ekki senst þetta? Jú, Er það? stundum. Þú eru æstur, allavega. Og líka þegar þið eru að tala, reyna að tala í mækin. Ok. Ég fekk að heyra að það heyrði stundum illa í Kíló, því hann var bara svona, eitthvað svona hlið. Þannig að Það var svo svona. ef þú ert að tala við Ísrael, Óli og Máni kunni þetta. Þú veist eiginlega að vera með headset. Já, ég var alltaf vanur með headset. Ég nenni ekki að tengja, Kíló. Veit. Ekki vera að flækja þetta. Ok, þið bara vita af þessu. Ég hættu við. Strákar, takk fyrir komin að Kíló og Ísrael. Þið eru drullu gott heimi. Kíló og Israel versus everybody. Þið voru sterkir hann í síðast þætti og ég hef búin að segja þetta við held ég ykkur. Ég hef búin að segja þetta við Óla Mána og aðra svona félaga mína. Þið er svona komplimenti hvort annan svolítið skemmtilega í svona lið, eða í svona spurningkeppni. Af því það er svona, ykkar þekking er ekkit alveg eins. Nei. Og það er náttúrulega rosa gott eða að keppa saman í liði. Hann er líka mjög góð nervur, mér finnst bara gaman að þekka þið. Bara good guy. Ég elska ykkur alla, þannig að ég hef ekkit Ég skal favorite. bara Ísrael. Ekki mig. Ísrael er svo æðislegur. Þau eru æðislega strákar og ég segi bara gangi ykkur vel. Óla og Máni, við vorum að fara þetta inn það, þið eru að koma í svona þátt í 5. skipti. Taplausir, strákar, Hinga til. ég verði eða bara, Já, maður er að klappa því. það er rosalegt. Það er impressive. Að þið hafi unnið drullu sterklið. Já. Þannig að ég er mjög spenntur þess að þetta. Mig dauðlangar í þátt. Ég ætla bara alveg hreinskilin, ég elska ykkur alla. Mig dauðlangar að þetta verði eitthvað svona, þú veist, Óla og Máni er aðeins yfir. En svo koma Ísrael og Kíló og þeir eru núna aðeins yfir. En Óla og Máni ná sér aftur. Og eitthvað svona. Og þetta enda bara með svona, fuck, jafntefli og ég þarf bara að redda ykkur auka spurningum. Bara rífa upp kassa. Það væri... Það var ekki auðvitað. Já, það væri draumurinn minn. Af því ef þetta endar eitthvað svona, þú veist, 60-41, þá er ég svona, að ég held ekki, og það kemur auðvitað í ljósbæra þegar við keppum, að ég er að vona það, að því ef þetta verður eitthvað svona Óla Mána bust eitthvað, þá verði ég ekkert sérstaklega, ég vil glæða fyrir ykkar hönd, strákar, en ég vil fá spennandi Við ætlum að reyna okkur besta við, ok? Ég er ekkert að segja því sem fara að Svo tapa. líka nota bene, við höfum tekið hugleik tvisvar. Tvisvar, og málið, ég hef keppt við hugleik og ég tapaði, þannig að ég veit að hann er sterkur keppandi og því að vinna hann tvisvar og það var meiri munur í seinnaskipti. Já. Þannig að þeim kapla ykkar lífið lokið. En ég ætla að segja ykkur strax, strákar, ef að þessi þáttur ég tala ekki um ef hann er spennandi bara með litunum tímanum, ef þetta endar með eitthvað svona einstigsmun, tekkistemun, eitthvað þetta er mjög jafnt, þá vil ég gera rematch. Þá þetta vinnur sigurliðið þennan þátt og vinnur mótið. En mér langaði að gera rematch ef þetta er mjög jafnt. Það væri gaman, ef þið eru þá að það er að setja til í það. Alltaf. Þau eru ekki líka... Ef ég og Ísrael vinnum, við hættum á toppnum. Við hættum bara að segja við að lafa út. Nei, Ég er ekki búin að hugsa það, já. ég verð að skrifa til samning. Það verður við tveir á toppnum, Þá fáið þið podcastið. Hvað ætlaði að segja, Óli? Ég man það ekki, hvað ætlaði ég? Ó, Sorry, ekki bara fram við. Nei, ég man það. Er ekki verðt að taka það fram bara það sem við segjum alltaf. Fyrir, 10 árum var þetta lent. Já, fyrir 10 árum. þá væri þetta bust. Það er orðið hefð að segja þetta Já, bara. það er líka, sko, svona lúmst það er búið að vera triksið í nánast öllum sigrunum, er að við erum bara yngri.
Það skal bara segjast alveg svo ég er. Nei, þið eru ekki yngri en Ekki Ára og Raggi. og En þess að segja flestum sigur. Já, flestum. En það verður gaman að sjá það. Þið eru auðvitað eldri, Kíló og Ísrael. Og eitt í viðbót, skilurðu, þegar þið eru að vinna með og svona dæmi, þið eru að vinna mann sem er heilaskemmtur og alvarlega heilaskemmtur. Ég fór í rannsókt, skilurðu, og læknirinn sögðu við með bara hann að taka bílprófa mér og svona dæmi. Ég veit ekki hvað Nei, ég er ekki að djóka. Þeir ætla að banna þér að taka þátt í keppnu aftur. Nei, ég er bara út af, ég var búin að eða svo mikið, ég var mikið kæfisvepp í 10 ár og var á vökun og eitilöfum í 10 ár. Ég er bara með alveg heilaskemmt, svo taka það til ekkert, þið rústa mér, fattaði maður sem þeir ekki Það er þá verra ef við töpum. Þá töpum við á móti heilaskemmtum manni. En ég næstu í vann ykkur, skilur. Ok, strákar, ég get sagt ykkur það, ég hef aldrei jafn stressað fyrir þætti eins og þessum. Right. Og ástæðan fyrir því er að þetta eru auðvitað Hvar erum við? Hvað sér við? Hvar erum við? Hvar er Nei, ég er að tjóka. heila skemmtur? Það er alveg, Ég var ekki fattar hann. þetta flög alveg haus og þér, Ísrael. Já. Það er auðvitað erfitt að semja svona spurningar, sérstaklega fyrir lið, því maður vil hafa þetta svona erfitt, ekki of og eitthvað svona, og maður vil auðvitað líka fólki heim í stofu, við getum tekið þátt og svona. Og ég vil bara segja fólki strax að það er skemmtilega að horfa á þátt, ég mun út á sjónvarpið, en þið getur auðvitað að hlusta og ég ætla að reyna mitt best að lýsa því sem er í gangi. Strákar, þetta eru 80 spurningar. Er það meira en allt hitt eða? Nei, þú hefur komið í þátt á svo 100. Hvað var seinast með Tóta og þeim? Það var 68. 68. Já. Og eru hvað 80 núna? Já. En við förum bara hratt í gegnum þetta. Þið eru allir fagmenn hérna, þið eru allir komið svo oft til mín. Já. Og Fagmenn, ég veit það ekki. Þá fer maður í, Þeir eru fagmenn. setur maður brennjun á hérna. Yu-Gi-Oh! Bólurinn, Óli, ég veit rómbröðum varst ekki honum. Hinn allrændi. Fer inn í Someone símaklefan og superstitious. super outfit. Og ég býst við drengilegri keppni, strákar, það er að koma jól og við erum allir í góðu skapi og það er ekkert svindl í gangi hérna. Hvernig gætu við Ég var svindla? að Já, ég enda grínast. spáði. Googlað, Googlað. verið í símanum, googlað. Bara hérna, já, þessum eru hendunum fyrir neðan. Myndi alveg sér ekki neitt. Ok, strákar, 80 spurningar og ég reyndi mitt besta að hafa þokkaldi jafnvægi og þá meina ég auðvitað reyni að hafa þetta þokkaldi jafnt af því þið skiptist á. En ég reyndi að hafa líka svona þokkaldi jafnvægi upp á hversu gamla myndinir eru. En auðvitað er þetta kannski mest svona síðustu 40 árin, myndi ég segja. Ok. En ég reyndi svona að fara svona þokkalega. En þannig að þið verður bara meðvitaðir um það. Kannski í einum lið þá er kannski meira 80s, en svo, þú veist, þetta jafnast út þegar þið líta á alla keppnina. Stundu þurfti að breyta, þú veist, þá kannski væri með eitthvað svona mynd í huga, alltaf kannski að hafa hann í plakatkeppni. Svo svona kíkti á plakatið og svona, þannig ég kannski svissa eitthvað. Okay. Þannig ég var heila ekki að gera þessa keppni og svona þurfti að endur skrefa hana og vanda mig, þannig að þetta var mjög skemmtilegt. En ég ætla að fara í smá pásu núna eftir þessa keppni. Ég skil. Má ég spyrja, hvað ertu lengi að semja einu svona keppni? Svona roughly. Í klukkutímum, Já. ég veit það ekki alveg. Dögum. Ég er að tala um, ertu að tala um... Ég er svo, máli, ég er kannski ekki það lengi að henda upp svona beinagrindinni Ok. og þá er ég bara með myndir sem ég huga, þú veist, þá bara kíkja á, þú veist, ok, 80s, 90s, 2010s, eitthvað svona, svo kannski reyni ég eitthvað svona, eitthvað svona mikið að horror, tikja aðeins út, matta sci-fi, þú veist, og ég endur skjöld alltaf, ég breyt alltaf kjarnum, sko, en ég veit það ekki, 8 klukkutíma, Ok. eða eitthvað, þú veist, ég bara hendi einhverju tölu fram, ég var aldrei pælt í því, sko. Ok, erum við tilbúinir, strákar? Yes. Og ég skal reyna með best að vera rólegur. Nei, þú mátt alveg vera hæstur, kallið mín. Bara vera wild. Það var ég wild. Brain power fyrir gangi. Brain power. Ok, strákar. Ég skrifaði niður núna tölu, Ok. 0 upp í 100, reyna að komast eins nálægt þessari tölu og getið, þá fór þið að ráða hvort þið byrjið, eða hvort andstæðingar byrji. Kíló Ísrael, er með eitthvað tölu millir 0 upp í 100. Þetta er í hug. Hvað dettum í hug? Hvað sagði það síðast? 37? Segðum 37 aftur. 37, Óla Máni. 38 þá. Ég veit ekki hvað að læra. Taktík, þetta er góð taktík. Talan er 40. Þannig að það er Óla Máni. Viljið þið byrja eða viljið þið að strákunni byrja? Sko, við byrjum senast, ef við byrja aftur. Það ekki? Byrjum aftur. Óli og Máni ætla að byrja. Jæja, strákar, við byrjum og málega, ég oft byrja á plaggutum, ekki núna, ekki þetta skipti, strákar. Og þetta eru liðir sem þið þekkið, ég er búin að tvíka eitt lið og það er svolítið sem þið voru að keppa í, þú og Kíló, þegar þið voru að keppa á mót okkur öðrum
Óli og Máni aldrei prófa það. Það eru valmöguleikar, það kemur eftir. En ég er búin að setja smá twist á það. Kemur ljós eftir. Ok, við byrjum á atriðum. Strákar, við byrjum á atriðum. Ég nota sjónvarpið, endilega horfa hana þátt á YouTube eða á Spotify. Óli og Máni, ég vil bara fá titil á myndinni. Mjög einfalt og auðvelt. Hérna sjáum við 2 leikara. Þeir horfa svona alvarlegum augum í eitthvað eins og þetta sé, hvað það, hringlaga eða eitthvað, ég veit ekki alveg. Má stela þeim að næri sig ekki? Já, það má í öllum liðanum. Já, fyrir ekki, ég glemdi að segja það má stela. Það er bara 1 stig á... Ég er ekki með það. Ég er ekki með þetta heldur. Skjóta á eitthvað gísk bara. Sko, nei, verstaðir, mér finnst eins og Ég í fyrstu sekundinu og svona þetta er Shawshank! Nei, þetta er ekki Shawshank. Ray Liotta var ekki Shawshank. Nei, ég er ekki með það, og segja pass. Segja pass. Pass, Kíló og Ísrael, eru þið með það? Já, ég er alveg nokkuð vissum ég sé þessa mynd. Identity. Já. Þetta er Identity. Hún heiti það, já. Identity. Það er rétt. Frábær mynd. Ég glemdi að segja eitt, einmitt, að við rættum þetta í báðum ykkar þáttum. Já. Ég þarf að fá einmitt bara svona læst svar. Já. Þannig þið vita ekki eitthvað svona... Við erum locked in! Já, okay. Locked in. Kíló Ísrael, þið er með 1 stig, náðu að stela hana. Og ég var næstu að fara að horfa á hann daginn aftur. Það var í minninu. Já, það var einu sem var. Identity, ég er líka að vona að þessi keppni verið þannig að hver mistök verða dýrkeypt. Tala mækinn, Kíló. Já, ertu búin að horfa á hann nýlega? Nei, það er langt síðan svo. Ég náttúrulega veit ekki hún eldist vel. Ég horfði á hann fyrir kannski 15 ári með eitthvað. Hún var góð. Mér finnst það skemmtileg. Ég elska John Cusack, sko. Já, John Cusack. Og rest in peace, Ray Liotta. Já, peace. Kíló Ísrael. Alright. Næsta mynd. Þetta er hérna... Með dettur í hug. 2 menn, 1 með riffil. Já, sem voru búið að gera svo sjónvarpsþætti Já, er það ekki? Hann er búið að gera svo marga myndir. Já, bara eitthvað drast. Ég sé bara riffilinn á bakvið. Amerískt military drast. Og ég hugsa líka Shooter. Michael Pena. Ég hef ekki séð þessa mynd, en ég held ég að sé hann einhvern tímann. Er þetta hún? Nú er þessi bara að ræða saman bara þið 2. Hvað er svar? Já. Ég ætla að segja Shooter. Ef að taka sensin á því. Já. En ef við náðum vitlaust að fá þau stíð, ekki? Nei, það er ekki. Nei, þeir þurfa að svara. Herru, við ætlum bara að skjóta á... Þetta er Shooter, sko. Já. Það er rétt. Yes! Og allir gíst. Það er bara leikið nokkuð svona myndum, sko. Ef það hefði ekki verið byssana á baka, þá hefði ég verið... Og hvað Michael Pena er búin að leiki mikið af myndum sem hann búin að gleyma, hann er svo mikið svona aukaleikari. Hann er rosalega ferkantaðan haus. Mjög ferkantaðan. Þarna Hann er lookmaxing hérna, hann er lookmaxing. Ok, höldum þessu gangandi. Við erum svolítið margar spurningar, ég vil ekki hafa þetta allt og langt. Við erum líka að spjalla. Já, ég veit. Og svo sjálfum að hittir eitthvað svona biobuddies. Jæja, Óli og Máni. Hvaða mynd er þetta? Oh, Norm. Rest in peace. Boss, everybody's dead, man. Já. Það var ekki eitthvað þema hjá mér, sko. Morbid bastard. Ég er ekki með þetta heldur. Nei, ekki heldur. Ég er með þetta. Ég er ekki að kveika. Ég er með ági, sko. Ég er alveg tilbúin að leiða ykkur fá þetta. Hvað segir Óli? Nefi hans er núna hann er búin að missa út af kókaneyslu þessi leikari. Mér finnst þessi... Alvörunni? En ef að segja pass. Ég er ekki með hana. Við erum ekki með þetta. Pass. Óli og Máni, passa. Þetta er dirty work. Þetta er dirty work. Líð og sagði þetta. Vel gert. Svo við hann og Bara fín mynd, sko. Þá er það næsta. Þetta eru 14 atrið, strákar. Og líka hérna, Chris Farley var í þessu líka. Kíló, ertu nær mæknum? Já, þetta var þegar hann því líkur spilafíkil á þessu tímbili. Er þetta karakterin eða Norman Donald? Norman, hvað heitir hann? Norman McDonald, já. Þeir voru geggjaði svona cocaine og spilafíkna buddies og mann ekki hvað þessi hver heitir, Ég man ekki hvað. Hann er núna bara, nefa hans er alveg fallið út af kókaneyslu. En þú getur fara á YouTube og heyrt svona sögur hann, þegar hann er að tala kókaneyslunum sína og það eru crazy sögur. Er hann edrú í dag þess að? Það hlýtur að vera, hann getur ekki svoið meira kókaneyslunum sína. En já, hann með klikka jamsögur þessi gaur. Ok, höldum áfram. Tjekka þessu. Kíló Ísrael. Ok.
Þetta er líka sjúri. Þetta er líka sjúrur. Erum bara í snæper þeim? Þetta er sjúri 2. Við vitum þetta ekki. Já, Ég hef aldrei séð þessa mynd en ég veit hvað mynd er. Veit ekki hvað Lýsa það er. Já, American Sniper. American Sniper. Önnur svona American Propaganda Military movie. Þið fáið bara það. Já. Voru kynnið þessum hermönnum, þessum morðingum. Ok. Er ekki allar amerískar stríðsmyndir propagandamyndir? Jú, en þessi sérstaklega. Hann er fáið þessi gaur, leikarinn og manneskjan. Rest in peace, karakterinn, gæinn döður í alvörunni. Gott. Ok, höldum Veldur að snæpaði mörg börn. Höldum áfram. Það er Óli og Máni, eða ekki? Býttu nú við. Ég held ég sé ekki með þessa heldur. Það er eins og sé ykkur að hoppa, eins og þetta slítið stelpa, hoppar á konu, ráðast á hana. Ef að skjóta á þetta sé, kom ekki út ykkur ný Exorcist mynd nýlega, Óli? Þetta er ekki hún. Þetta er ekki hún? Nei. Þú sást hana? Já, ég sá hana því miður. Ég get ekki klárað hana. Goddammit, þetta er... Nei, við erum ekki með þetta eður. Ok. Off our game Má hér. ég taka? Þetta er Abigail. Það er rétt. Þetta er Abigail. Ég sá það ekki. Kíló Ísrael, þeir að byrja kraftið hérna. Ég hef byrjað mjög kraft áður og skýta. Hvað var hérna kategórian sem okkur fannst öllum svo skemmtilegt senastu við kjæftum? Karakter og leikari. Karakter og leikari. Ég vil líka plaggurt. Ég elskar plaggurt. Ég get sagt eitthvað strax, plaggut eru með og personur. Ég er svo lélegur í personur. Ekki Dufresne. Já, við sjáum, já, einmitt. Ég ræðum það eftir. Höldum áfram. Það er Kíló og Ísrael. Glóru. Þetta er easy. Ertu með það? Já. Ég var svona mymbaslegum in the 90s. I'm good, sko. Ok, komdu með það, ég. Erum við með þetta eða? Er þetta ekki spurning til ykkar? Er þetta ekki The Wishmaster? Er þetta að spyrja með þetta að segja? Þetta er The Wishmaster, locked in, yeah! Er þetta The Wishmaster? Hann er The Wishmaster, já. Shit. Ég held ég væri samt að ná okkur þarna. Er þetta stittur á bakveðan eða er þetta gæjar? Ég veit að þetta er lengst stitta. En ég held að þau komið til lífsvægt eftir. Þetta eru rugglæðir, hvað heitir ekki, Julia Sands eða eitthvað sem leikur í þessu. Hann leikur The Wishmaster. Ég vil helst ekkert kommenta neitt svona, svo kannski kemur spurningu eftir hvað heitir það sem ég er að djóka samt. Þessu er ekki góður sem myndi, sko. Hún er hræðileg. Ég held að þetta er 5 eða 6 Wishmasters myndi. Ok, Óli og Máni. Akira. Easy. Djöðan að gegja það. Akira. Já, ég þarf að horfa hann aftur. Við erum svo hungraði fyrir að koma stigum að borða. Ég held samt að þetta sé fyrsta skipti þar sem þið svarið bókstala á saman tíma. Saman. Það er skemmtilegt. Þetta er líka iconic atriði. Það ætti eiginlega að vera 2 stig, sko. Ég er með versta stólinn. Strax var að gefa pity points. Er það degja? Já, þetta er ekki fat friendly stóll. Viltu skipta á Ísrael? Nei, þetta er bara gott. En Ég er bara að refsa mig fyrir að vera svona offittur. Hafið lesið mangað? Nei. Mangað er líka mjög gott. Það fer í aðra átt. Ég hef ekki séð... Fæst það í Nexus, eða? Já. Já, verður það. Ég hef ekki séð þessi 100 ár. Sammála. Ég sá eina Akira bók allavega í Nexus. Æðislega. Herru, Óli og Máni, þeir konar á blað. Já, og heldur söguna áfram eftir eyðinguna. Það er hellingur að stegum í bóði. Munkar og svona lappandum í nýju Tókíó. Höldum þessu smá gangandi, að ég mjög margar spurningar. Ísrael og Kíló, þið fá núna næst. Þetta ekki... Ísrael og Kíló, þið er með þetta. Þetta er pottjett. Veistu það? Þetta er góðstunum með sín. Það er það sem ég er að hugsa, sko. Pottjett. Er það ekki? Ef þú segir það saman, þá hlýtur Ég held sér nýbúra, þetta er hún. Þetta er ekki alveg hann. Jú, ég man eftir þessu. Jú, lokt svar, góðstunum með sín. Ránt, sorry. Ránt. Þú sagði læsvar. Þú sagði læsvar.
Ghost in the Shell. Ghost in the Ég var að flýta mér allt og mikið, Þú maður. sagði læsvar kíló, sorry. Nei, Já. ég bara var fúll til sjálfa mig. Þetta ég get alls ekki gefið rétt fyrir það. Af því það er til mynd sem heitir Ghost in the Machine. Ghost in the Machine. Ghost in the Shell. Óli og Máni, þið fengu þetta. Ghost in the Shell and Scarlett Johansson was gone. Ok, er ekki Óli og Máni? Jú. Hún er depressed. Þetta sjáðu eitthvað svart-hvít. Kalla kona. Gerði Hitler einhverja myndir? Já, ætlaði að djóka með hann að sjá Hitler og... Pedofile. Það voru aðri tímar. Sjó. Still pedophile. Það voru aðrir tímar. Byrju, leiðum það að hugsa. Óli og Máni eru með þetta núna. Hún er barnamóringi. Slaka aðeins á, þú ert ekki eins að gera. Sorry. Kíló, slaka aðeins á með þeir eru að gera. Ég held að eina myndin hann sem ég þekki er The Gold Mine, Gold Rush og The Dictator. Ég held að þetta sé hvorug. Þetta er hérna Er þetta bara hérna The Kid. The Kid? Segja það, The Kid. Segir maður. Rámt. Take it away. Minna ég að sé þessa mynd, Symfóníuhljómsveit Íslands var að spila undir þessu mynd. Þetta er, ég held þetta sé hún, er þetta City Lights. Ertu að spurja mig eftir að segja mér það? Á ég að læsa þetta? Já. Er þetta City Lights sem var bara svona, Ég er að læsa City Lights. Það er rétt. Okay. Já, það var annarkvort þeirra, sko. Drew Barrymore er í henni? Ég man bara hún var, Barrymore. ég man að því hún var Drew blind, þannig Barrymore að hún leik. er að horfa eins og hún sé ekki alveg að horfa á hann. Ég myndi bara kært hún var blind. Það var annarkvort The Kid eða City Lights, ég bara skaut villast. Ok, Kíló, þú reynir kannski að rólur þegar hinn er að svara. Æ, fyrirgefðu, Já, strákar. reynum það. Þetta verður drengileg keppni. Þú má djóka svo vilt þegar þið er að gera. Róa mig. Ok, það er þá Þeir. Kíló Ísrael. Ó, þessi er góð. Ekki segja það? Rebel Without a Cause. Rebel Without a Cause er rétt. Ég elska James Dean myndina. Hvað leika hann í mörgum myndum? Óli og Máni. Bara 3 myndum. Er þetta ekki Hókus Pókus? Hókus Pókus, læst svar. Það er mér þykir rosa vænt þessum mynd. Já. Ég sá samt ekki nummer 2. Nei, ég ætla ekki að segja hana. Kíló Ísrael. Ó, þetta er skemmtilegt. Ég var að horfa á þessu stuttum síðan. Þetta er hérna 13 going on 30. Já. Læst svar. Læsar. Það er rétt. Dansa hann að Það er thriller að færa dansa. lífi í leiki núna. Er þetta Mark Ruffalo? Það er Mark Já. Ruffalo. Andy Serkis er líka í henni. Ha? Svarti mann á bakvið. Ó, hann getur allt. Það er Óla Máni. Óla Máni. It's a Wonderful Life. Life. Læst svar. Rétt. It's a Wonderful Life. Líka góð mynd. Er ekki komið mynd hann? Eitthvað svona biopic? Það er að koma einhver Jimmy Stewart mynd. Já, hún leit út eins og var eitthvað svona, eins og þetta var spúffmynd. Er það ekki? Ég bara, er þetta alvöru mynd? Hún leitið þessu svona 30 rock gerfimynd. Já! Ég var svona, When Jimmy Stewart wants to serve his country, can nobody say no to him? þetta er alvöru mynd! Klárum þennan lið. Hvað er mörg Já, svona? síðasta. Hvað er mörg Þetta er svona? síðasta. Síðasta? Eitt af þeim. Nice. Alright. Og það er Oh my god. Það er svo margt sem gefur þig konar. Hann er alltaf í frumskóinu með vissum Það er með alltaf einhver bandarísk hermyndir með ykkur. þetta er eitthvað, Er þetta, na, force, hérna. sko, það getur hún, svo er Já. önnur sem ég er að hugsa líka. Þetta er með mann, með vélbyssu, Sko, ég, bátur. að því ég er að horfa, hann gerir líka Missing in Action. Mér langar að segja það. Mér minnir að hún Farið er þitt innsæðið þitt. Nei, Þú vil segja það, farið þitt innsæðið þitt. en hann gerir líka Missing in Action 2. Haffi er ekki að gera svona. Haffi gerir ekki svona. Nei, hann er ekki að setja eitthvað nummer 3. Pokerface. Farið þitt innsæðinu. Já, ekki. Ok, Missing in Action. Rétt. Yeah, innsæðið, það var aldrei. Ég held ég var að negla ykkur þarna. Helvítis. Ég horfði nefnilega Invasion USA daginn. Hún er svo steikt skemmtileg. En máli, ég tengi Er það eitt, mynd með Chuck Norris? ég tengi eitt við þessa mynd. Já. Það er, hérna, ég hef aldrei síðan, sko. En hverfis vítjulega mín, þegar ég var alastu í Breiðholtinu, þá var ég alltaf að spjalla við gæinn sem var unnaðar. Hann var alltaf að reyna að fá mig til það. Leia, missing in action. Ég var bara svona, næst.
Ég hef ekki ennþá séð en það í dag. Hver var leigan þín, ég maður spyrja? Hver var þín? Hraunberg. Hraunberg, já. Í Breiðholtinu. Þú varstu, hvað var þú? Svítsjörlega. Ég Keflavík, nýja vídeo var mitt mál, hann Kitti átti það, hann kynnti mig fyrir skilur Akira og Oldboy og hann var með geðveika myndbarslega, hann var búin að flökka öllum eftir leikstjórum, eftir genres, það var geðveika myndbarslega. Hæru, höldum áfram. Svo þetta verður ekki 3 klukkutíma þáttur. Förum við stöðuna, Kíl og Ísrael, þeir eru með 10 stig. Wow, ha? Og Óla Máni er með 4. Okay. Þetta byrjar áhugavert. Nei, ekki Kíló. Óla og Máni, þeir eru undir, þeir með velja, viljið þið fá fyrstu spurninguna eða viljið þeir fá fyrstu í almennu spurningum. Ég held að það sé alveg eins að gera bæði bara. Haldur bara áfram eins og þér. Já, bara haldur rauðinu bara. Þannig að þið ætlaði að fá fyrstu spurninguna og þetta eru almennar spurningar og þær eru 10, 5 af kvartli. Spurning 1, Óli og Máni, hvað hefur Jodie Foster leikstýrt mörgum kvikmyndum? Hún hefur leikstýrt. Fjórum. Ég held það. Gæti verið. 4, læst. Fuck, já, Jesus. Ég hef sett 3 sko. Ég hef ekki vitað þetta sjálfur. Ég þurfti... Ég sé bara eina. Ég ætlaði að segja 4, 5. Þetta var vel gert, Óli. Ok, það er þá Kíló og Ísrael. Taxi Driver, Sons of the Lambs, seria 4 eftir Detective. Sjáu eitthvað tíma Beaver-myndina hennar? Nei. Okay. Mel Gibson. Í hvaða stórborg gerist Basic Instinct? Þetta ekki San Francisco? Ég er nokkuð veist sem San Francisco. Það er ekki Los Angeles, San Diego. Þetta er allan, það gerist allan allir í sjónum. Það er San Francisco. Já, jú. Þess að hæðir. Já. San Francisco. Rétt. Já, fann svo. Jú, það voru allir hana keir upp. Já. Kíl, nei, Óli og... Þú er bara obsessed með mig. Þú ert alltaf það. Ég var bara að þegja lengi. Ég veit það, vel gert. Nei! Óli og Máni. Hvaða leikari hefur oftast leikið fjöldamorðingjan Jason Voorhees í Friday the 13th seríunni? Ég er ekki með það. Gæinn sem gerði það fyrst. Hann heitir Dean Cain. Þetta er það. Spurðu mig. Já, sorry, læst. Dean Cain. Rámt. Þú með, ég er ekki hugmynd, sko. Hvað leikari leik? Hefur oftast leikið fjöldamorðingjan Jason Voorhees. Það hafa auðvitað nokkru leikar að leikja. Ég veit ekki, raskat, sko. Eitthvað nafn sem er þetta. Mark the Plier. Rétt. Læst svar. Rámt. Þetta er Kane Hodder. Kane Hodder. Kane Ég vissi að það var Þú Kane. varst nálægt í. Þetta er eitthvað sem Máni myndi vita. Ég er nefnilega svona, Dean Cain var Superman, en þetta er alveg svona, ég get alveg trúa því að það voru meira en 1 Dean Cain. Kíló og Ísrael. Spurning 4. Ég ætla að horfa á Chuck Norris. Kíkja sjónvarpið. Spurningin, já. Hvaða leikstjóri hefur leikstýrt flestum Pink Panther myndum? Þetta er Blake Edwards. Er það ekki? Hlýtur að vera. Hann leikstýr í fyrstu Það er myndinni. eina nafnið ég þekki. Já, hann leikstýr allan í fyrstu myndinni. Ég held hann að leikstýr annari og þriðji. This is all you, Israel. Blake Edwards. Læst. Rétt. Thank you, Israel. Ertu með fjöldan? Hvað það gerir marga? Mér langar að segja 5. Já, ég held. Er það lægt svar? Ég keppa henn. Það er Óli og Máni. Spurning 5. Hvaða grínleikari lék aðalhlutverkið í 2007 drama grínmyndinni Reign Over Me? Adam Sandler. Það er rétt. Það myndir hann sem headphone á sér eða eitthvað. Já. Ég hef ekki séð, hefur þú séð þessi mynd, Óli? Já, Er hún góð? ég maður það ekki. Nei. Það segir mikið. Hún er fín. Er hún betur en Punch Drunk Love? Nei, það er engin mynd betur en Punch. Það er engin Adam Sandler. Little Nicky er góð, það ekki? Spurning 6. Kíló og Ísrael. Hvaða leikari lék aðalhlutverkið í hryllingsmyndinni Sinister sem kom út árið 2012?
Fokkanum heitir hann maður. Fyrstu Sinister. Ég Það stendur bara í hryllismyndinni Sinister sem kom út árið 2012. Ég get ekkert sagt þér neitt nema það. Er það Ethan Hawke? Manstu Nei, eftir? þeir eiga þetta alveg. Ég get ekkert hjálpað. Það er eitthvað svona, ég veit þetta Það er ekkert, Þú veist að þetta er leikari. þetta er ekkert slæmgis. Hann er náttúrulega leikið ykkur á horrormyndum. Svo má sé síðana maður. Ég óskist ég var með Mind Palace maður. Hver er Mind Palace með? Ok, Sinister, var þetta eitthvað svona make-up dæmi og var hann alveg óþekkjanlegur? Nei, það er hérna Black Phone eða eitthvað. Það var ekki hann, þið veit þetta, 100%. Maður sjá. Ég þarf að svar. Slakað á maður, slakað á. Ég er heila skemmtur, leið mér hugsa þess. Já, þú fer lengri því að hugsa. Já. Ég ætla bara, þessi leikari maður, ég held þessi ránt hjá mér, ég ætla að segja Ethan Hawke. Það er ránt. Er það læsvar? Læsvar. Bara að læsa því. Rétt. Nei, wow. Ég bara, þetta dætt í hug. Óla og Máni voru bara svona vonandi nefnir hann hérna Black Phone og heldur, nei, hann var í því, það er einhver annar. Óli og Máni, hver leikstýrði stórslýsamyndinni 2012 sem kom út árið 2009? Og er það ekki, Óli, er það ekki Independence Day? Það er Roland Emmerich. Það er Roland Emmerich. Það er rétt. Frábært nafn, by the way, Roland Emmerich. Er það ekki ég sem var alltaf að segja Ronald? Ronald Emmerich. Roland Emmerich er gæðin sem ég hataði, ekki Robert Zemeckis. Já. Býtu, er það þá að koma núna í ljós? Nei, við höfum rætt þetta áður. Höfum við rætt þetta áður? Því maður þú segast hata Robert Zemeckis. Já. Ég var bara, Ok, Kíló og Ísrael. Hattur er Roland Emmerich? Myndirnar hann sér ekki sérstaklega spes. Það er sumar skemmtilega. Bara svona stóðslýsagur, já. Spurning 8. Moonfall og hræðileg. Hún var reyndar hræðileg. Hver leikstýrði frönsku myndinni Climax sem kom út árið 2018? Hún er búin að vera á watchlistanum mínum í mörg ár. Ertu búin að sjá hana? Ég er ekki að sjá Langar að sjá hana. Er þið búin að sjá hana? Nei. Það er franskur leikstjóri, sagði það. Nei, ég sagði það ekki. Ég sagði hver leikstýrði frönsku myndinni Climax Já, ok, ég ætlaði bara að segja eitthvað. sem kom út árið 2018. Ég bara veit ekki. Ég verð sem bara pass. Gísko eitthvað franska leikstjóri. Luc Besson. Ég var að segja, já, það er ekki alveg góð ágísku, segja það bara. Það er ekki Luc Besson. Ok. Ég ætla bara að segja pass því við vinnum. Ég ætla að segja hana, hvað heitir hann? Vá, dættum með nöfni, Segðu eitthvað. Ég ætla að koma til gokki, Segðu eitthvað. Ok, pass. Michel Hassanavinius. Það er ránt. Það er verið rosa. Óla og Máni, eru þið með Ég þetta? segja Luc Besson bara. Sko, við getum satt Luc Besson. Þetta er frönsk mynd, þannig að það gæti verið Roman Polanski. Er hann ennþá að gera myndir? Hann er ennþá að gera myndir, sko. Mér langar að skjóta á hann. Ok. Wow. Ef að gera það? Já, Roman Polanski, læsvar. Nei, ég er svona að elska það svona eitthvað, mér langar að segja hann. Nei, það er ekki hann. Þetta er Gaspar Noé, heitir hann. Gaspar Noé. Ég var ekki að hugsa það. Það er enginn af þessu hvort sem Ég hef ekki svona heitur hann. Spurning 9. Það er hræðileg spurning. Þetta er Óli Ég og tek Máni. eftir að þú kommentaðir ekkert Roman Polanski, en þú kommentaðir Charlie Chaplin. Þið veit allir Roman Polanski, skilja. Það er eitthvað svona hristast eitthvað. Ég heyra Ég í er rekast í. einhver að rekast í. Sorry. Kannski Kíló. Ok, Ekki ég. spurning 9. Þetta er Óli og Ég Máni. er líka bara að reyna að tala minna, Máni. Óli og Máni, árið 2022 gerði David og Russell mynd sem floppaði hrikalega en myndin skartaði leikurum á borði Christian Bale, Margot Robbie og John David Washington. Hvað heitir myndin? Leikstjóri sem ég þól ekki. Hvað, er þetta Amsterdam, læsvar? Já, ok, þú sagði læsvar því að er þetta Amsterdam. Læsvar, það er rétt. Það var eina myndi sem ég dætti úr. Ég sá hann ekki. Nei, ekki öður. Það var bara an educated guess. Mér finnst vont þegar þú ert með svona leikstjóra sem læsa gæi eins og Christian Bale
sem að gætu verið að gera áhugaður á hluti, læsa þá inn í bara Drasli. sínu dæmi í 10 ár. Spurning 10, þetta er síðasta almenna spurningin. Kíló og Ísrael. Fyrsta Planet of the Apes myndin kom út árið 1968 og í kjölfar að vinsalda hennar kom út framhaldsmyndir. Ein af þeim var Beneath the Planet of the Apes, en númer hvað er hún í Apes-seríunni? Ok. Þetta eru 5 myndir. Þetta eru 5 myndir. Og Beneath, ég sé þessar myndir. Charlton Heston leikir mynd nummer 2 og þar fer hann neðjaðar. Og þetta var mynd nummer 2. It's all you, Israel. Ég veit ekki neitt með þessu myndir. Þetta var mynd nummer 2. Ég vissi þetta líka. Ég bara elska að Óli fór ekki að hlæja. Ákvæmst að hlæja. Bara rökin og Charlton Heston. Ég myndi bara, hann var alltaf aðleika í fyrstu myndri og svo Það var bara hárrétt leið til að komast að því. svo sagði myndi ég bara, hann lék bara í einni myndi viðbúð og það fór hann eitthvað niður. Nei, ég sá bara hljóðið snúast. Mér var svo ógisla fyndið, þú varst eitthvað að hugsta og ert eitthvað svona, já, svo heyrið smá svona hlátur Óla. Ég var næst í fann að hlæja. Ég alltaf vissi svarið því ég með hann fram. Hann var líka í Tim Burton remake-inu. Já, hann var hann það tókst ekki. Fílið þá sá mynd. Ég ekki séð hann. Ég fíla hana. Mér finnst hann ágætt, sko. Eða það? Hvað býttu að hafa hann í henni? Hann líka Hann apa. var smá hlutur, svona. Ekki? Já. Já! Get your hands off me, you damn dirty Já. human. Já. En ég er miklu hrifnar af gömlu myndunum. Gekkja cameo. Mér finnst nýju geggjar, mér finnst Nýju gömlu geggjaðar. bara alveg. Ég hef bara séð fyrstu af þessum gömlu. Eru hinnar alveg góða líka? Allan nema 15 myndin. Allan nema fylgta. Hefði mátt sleppa 50. Fyrstu 4 hans myndu var. Ok, strákar. Ég held að Chuck Norris var búin að gefa ykkur smá svona lukku. Já, ég held að hann var Hann sagði, come on, strákar. Svo gekk hann betur í þessum leið. Þið fengu jafnbrögg stig í þessum lið. Það var 4-4. Gekkja. Ok. Þannig að þið eru með Kíló Ísrael, þeir eru með 14 stig, Óla og Máni með 8, það er 6 stiga munur, en þá, Óla og Máni, viljið þið þá taka fyrsta plaketið? Já, það er það ekki bra. Já. Ok. Ég ekki switch up og hlúnaði þannig. Alls ekki. It happens every time. Það komið að plakat leiknum og ég er með 14 plakat. Ég er með 14 Nice. plakat. Þetta er mjög skemmtilegt. Já, það voða mikið uppáldi og held ég öllum keppendum Þetta er plakatleikur. bara... Ef við ólstu upp á membaslegjum, skilja. Já, reyndar rétt. Ok, Óla og Máni, þið fóðu fyrsta plakatið. Hvað heitir þessi mynd? The Graduate. Easy, Óla og Máni fá stig og þau ná bara hratt yfir ef að menn eru svona fljótið með þetta. Kíló Ísrael, hvað er þið með? Herru, þetta er... Er þetta The Last House on the Left? Það er mest skrifin mynd. Já, Er það ekki? þetta er fyrsta... Hvað er fyrsta myndin hans? Er það ekki Last House on the Left? Ég hef það, ég er ekki viss. Ég hugsa það sé á góða ágískun. Ég ætla að segja The Last House on the Left. Læst svar. Rétt. Yes! Mér gert. Þetta var vel gert. Mér finnst það- Óli og Máni. Sumt er þungt, sko. Já. Herðu, ok, er þetta Midnight Express? Já. Lókasvar. Það er rétt. Já, ég var að gera það plakat. Vel gert. Því ég var að gera það plakat Það er nefnilega plakat sem ég hef séð. sem er öðruvísi. Já. Þannig þegar ég gerði það, ég var bara, þetta Ég er náði drull hérna. erfitt. Na, Billy! Billy! Varst þú með þetta líka? Já, Já, vel líka gert. bara Jim Carrey hérna, Billy! Billy! Já, Billy! Hann er að refsa þessa mynd. Ég get séð Jim Carrey reyna að púla hennan svipi á sem gæða. Ég sé það. Já, Vel gert. Var Kíló- Óli vel gert maður. Kíló Ísrael. Já. Er þetta ekki hann að... The Witches of Eastwick. Já, Witches of Eastwick. Já, læst svar. Læst svar og það er rétt svar. Vel gert. Michelle Pfeiffer, hey. Mér finnst það frábær cool mynd, hún er svolítið spes. Já, Ég held ég hef ekki séð þessa mynd. látt síðan sé það saman. Jack Nicholson. Óli og Máni, hvað fóðu þið? Hvað var að gleyma, hann átti eitthvað svona run.
Hvað hét þessi? Þetta eitthvað kúrgamynd. Júri, ég múið að gleyma. A comedy about two outlaws who just wanted to be wanted. Just wanted to be wanted. Sko, þetta ekki Crocodile Dundee, hann var með eitthvað annað sem hét eitthvað eins og Ég elska það að menn viti ekki alveg strax. Ég hef heyrt podcast frá Ástralíu þar sem að menn að rakka hann gæja niður og þeir hafa gefið út hvað þessi mynd hét. Ef að skjóta á eitthvað svona Outback Outlaw eða eitthvað svona. Ég alveg held að það sé eitthvað svona. Það góð titill. Outback Outlaw. Ok, skjóttu bara það. Já, bara Outback Outlaw. Ég elska það titil. Þeir eru búin að læsa svarið. Já, Nei, það er rámt. það er rátt. Ég ætla að fara að finna þessa mynd. Ég ætla að sjá þessa mynd. Er þetta ekki Lightning Jack? Er þetta Lightning Jack? Já. Ég held þetta rétt hjá þér. Ég man Cooper Gooding, hvað hann er mállus Já! í myndinu og hann bankar svona hurðina og ykkur svarar, who is it? Og hann getur ekki talað. Já. Lightning Jack, það er ekki. Læst svar. Læsa. Það er rétt. Shit. Ég held að vera engin með þetta. Þetta er svo glimt mynd, maður. Já. Ég veist ekki að þetta væri til. Já, ég er einmitt að spáði ykkur, þú kom eitthvað tíma með AI kæfta hérna eitthvað. Nei. Ég bjóð til AI myndir af pósturum. Gíska hvað þetta er. Ég er ekki að vera að gera það. Kíló og Ísrael. Svartöðu og Minions í bakgrunum. Ég held að það séu mjög fáið sem voru með þennan til. Þessast Lightning Jack. Þetta er easy. Periscope Down Periscope. Down Periscope eða Nei, Periscope? Down Periscope. Down Periscope. Down Periscope. Down Periscope. Læsvar. Og það er rétt svar. Yeah! Þessi grammar. Þessi var skemmtilegur. Það er svona í minningunni. Ég hef ekki séð hann í 100 ár. Óli og Máni. The Theory of Everything. Það er rétt. Er þið búin svo Jekyll þættina hans? Nei, við höfum hann ennþá fyrir að stela Óskarnum hans Michael Keatons. Við höfum hann ennþá. Yeah, fuck that dude! Og líka bara, það var svo greiðandi, ég og Óli erum búin að ræða þetta, þannig ég tala fyrir okkur báða. Við höfum hann. Okay. Kíló Ísrael. Er eitthvað spark í borðið eða eitthvað? Nei, ég er ekki komið við borðið. Ég held ég sé ekki að koma við hann. Nei, ok. Er þetta ekki hann að... Kíló Ísrael. Er kannski snúr hann að smána? Ég var að prófa að færa hana. Já, færa hana bara eitthvað svona. Er þetta ekki Family Stone? Er þetta Family Stone? Allan að er Sarah Jessica Parker þeirri mynd, Diane Keaton, og það er svona einu sem ég man eftir, ég sé sem þetta einu sinni. Ég held þetta sé Family Stone. Feel the Love. Family Stone. Næst svar. Nice! Vel gert. Feel the love. Óli og Máni. Þetta er vist margir telja þessum jólumyndan. The Girl Next Door. The Girl Next Door. Vel gert. Alicia Cuthbert. Þetta ekki Timothy Olyphant? Jú, Hann ekki... Hann er inni. Hann er ekki douchebag í þessu ekki. Þessi er góð. Þessi er góð. Ég fíla. Emil Hirsch. Kíló og Ísrael. Hvað fáið þið? Já, ég veit hvað þetta er. Ertu með það? Er þetta ekki Stardust? Ég var að hugsa það. Nei, jú, það er rétt hér. Jú. Ekki rétt? Jú. Stardust, læst svar. Rétt svar. Tekin upp á Íslandi. Er hún tekin upp á Íslandi? Tekin upp á Íslandi. Óli og Máni. Double Torn apart by violence on a mission of revenge. Leiðu Óli og Máni aðeins að hugsa, Kíló. Það er geggjur takklína maður. Slaka á. Þetta lukkar svolítið fake þessi póster. Nákvæmlega. Ég ætti svo ykkur að bara hendi þessu saman, bara ég setti þetta í AI. Ég er ekki með þetta. Ég er ekki með þetta. Sko, ég held að við getum púslað þetta saman samt. Að þú ert með Double Van Damme, myndin heitir klárlega eitthvað eins og Double Trouble. Loka svar, er það ekki? Jú, Double Trouble. Double Trouble, loka svar. Double Trouble Logs. Það er rámt. What? Er það ekki Double Impact? Já.
Double impact. Svo nálægt því svo. Sem er svo geggja. One packs a punch, one packs a Pete. Ég maður alltaf annar karakter var alltaf að reykja vindil. Hann var bara eins og bara að geta vindil. Eru þeir einhvern tímann saman, hlið við hlið í einhverju sinni? Jú, jú. Já. Okay. Og illa gert, bóttið. Þetta er ekki svona En þú veist, af því að hann leikur alltaf bæðilegur. Ég hef ekki séð þessa vanda minn. Þessi var alltaf Sá hann einhvern tímann, ég var yngri. Herru, er ekki Kíló Ísrael? Þið voru að stela. Jó. Ó. Já. Þetta er Bombshell. Læsvar. Ég ekki sé þessa mynd. Hún er nákvæmt. Hún lítur ekkert út eins og Fox News. Charlize Theron þarna. Nei, hún er Er þetta Charlize Theron? leika hérna Hún er með eitthvað svona make-up. Meghan Kelly. Já, hún lítur geðað mikið út eins og Meghan Kelly. Hún leitur út eins og ekki kella hana. Ég hef ekki séð hana. Ok, Óli og Máni. The Help. Ég ekki sé þessa mynd, er það góð mynd? Já, Læs svar væntanlega. Racism. Já. bara fín. Óla, það er rétt. Óla og Máni. Stig. Þið klára þetta núna. Kíló og Ísrael. Já, Þetta er ekki hann að analyze this. það er gerð náttúrulega tvær myndir. Þetta er back in therapy. Er þetta ekki myndur að setja? Þetta er framhaldsmyndin. Er þetta framhaldsmyndin? Back in Þetta er therapy. svo Analyze That. Analyze. Er hann að trykka okkur? Hvor er hvað? Ég veit eitthvað hvað þetta er. Leið og þú, ég ætla að segja Analyze This, svo sagði þú Back in Therapy og ég hugsaði, þá lítur þetta framhaldsmyndin. Hann er að reyna að trykka ykkur hérna. Kannski er þetta re-release á fyrstu myndinni. Nei. Ef að fara í Ártala á þessu analyze that. Heldur að hann Er þetta ekki númer 2? Þetta er back in therapy. Ég ætla að hóra hans á Hafstein. Nei, hann Sorry, ég er ennþá að hlæja re-release. Þetta er svona afmælisútgáfa. Analyze that. Þetta hljómar eins og framhaldsmyndin. Já, back in therapy, já. Þú hefur aldrei gett mynd saman sem þú eru therapy. Analyze that. Er það ekki? Jú, segjum frá Gerðu það bara, framhaldsmyndin. whatever. Læsvar. Yes! Næstum að blanda okkur. Við ætlum að gera analyze this. Oh my god. Málið er, líka, ef þið pæli í því aðeins. Þannig að knúsa hann þarna. Þetta Já. er greinilega. Ég veit það, ég var að pæli að taka út. Svo ekki saman, en það er ljótt. Að taka út Það back in var therapy. ljótt. Já, ég veit það, þess vegna. Þá hefði ég sagt Analyze This. Ok, þetta er búið, strákar. Þessi liður. Ég held að Óla og Máni séu núna að díla við eitthvað sem þeir eru aldrei díla við. Þeir eru undir. Nei, við höfum dílað við áður, var það ekki? Hafið þið verið undir? Já. Ok, þið erum... Analyze that. Strákar. Hvað varðum Billy Crystal? Fegin hann sem bara horfinn. Ég veit ekki hvað það var. Kíló og Ísrael þeir með 23. Óla og Máni með 12. Wow! En hellingur eftir og það er svona spennandi flokkar eftir. Þessi atriða til byrjun gengur bara frá. En það kemur eitthvað svona ártöl þau þetta eftir að rúst upp stíginn, sko. Hann Ísrael er líka góður í orðurum, hvað meina? Já, en ekki eftir aldamótun. Það er... Jæja, strákar, nú förum við í rétt eða ránt. Og núna, þegar við ef ég maður rétt, þá hefur bæðileginn keppt í því. Nú getið þið mist stig. Eða ekki mistbeint stig, heldur anstöka geta fengið stig. Okay. Það kemur fullering á sjónvarpið og þið er bara einfallega að segja hvort þið er rétt eða röng. Ef þið segjum sér rétt, þá þarf allt að vera rétt í fulleringunni, nöfn og ártöl og allt svo leiðis. Og ef að menn segja þetta er rétt og það er ekki rétt, þá fær hitliðið sjálfkrafa stig. Ef menn segja pass, þá færist bara svaretturinn yfir á hitliðið og þá getur henni enda sama þar. Ef að menn segja ránt, þá fær hitliðið stig. Náðu þessu. Yes. Óla Máni, viljið þið fá fyrstu fullringuna? Ef við náðum ránt, þá fá þau stígið. Já, ok. þá fá þeir sjálfkrafa stig. Það segir bara pass. Það segir við bara rétt við allt. Það Já, fáum við yes, ekki rátt. yes. Ætlið að byrja? Halda áfram bara. Já. Við gerum líka Óli vitsla- og Máni ætla að byrja. Hvað er þetta margar spurningar fyrir það? Þetta er reynda bara 6. 6, ok. Óla og Máni byrja. Fyrsta. Tales from the Crypt hryllingsmyndin Demon Knight eftir leikstjóran Ernest Dickerson kom út árið 1995. Ég held að þetta sé ránt. Sem rátt. Ránt. Þetta er rétt, þannig að, nei ekki, Kíló og Ísrael fór stig. Nú.
refsað fyrir þetta. Næsta, Ég hefði sett, var þetta ekki rétt? þetta er rétt. Þetta er rétt. Þetta er rétt. Það er satt ránt. Ég hef ekki vitað þetta, sko. Ég er bara... Ég held að það var 96, sko. Kilo og Ísrael. My Girl kom út árið 1991 og í aðalhlutverkum voru meðal annars leikarinnir Anna Chlumsky, Dan Aykroyd og Jamie Lee Curtis. Ég er aðeins að hugsa á ártalið, hvort að það sé ekki örugglega 91. Hvernig kom Home Alone út? Hún var 90. Við minnum þess að koma út bara árið eftir, því maður bara auglýsingi var bara Mac is back. Er Jamie Lee Curtis? Já. Mac is back. Sérst Macaulay Culkin. Mac is back. Hún heit Anna Chlumsky, Dan Aykroyd var, og ég er svona 99% viss að Jamie Lee Curtis væri verið í myndinni. Ok. Herru, Ég hef segið þetta rétt. Nei, ég er rétt segi. Ef við ekki að skjóta rétt. Ekki sammála. Þú segir þetta rétt. Þið fór stig. Ok. Óli og Máni. Hugh Jackman lék Alfred Borden og Christian Bale lék Robert Angier í spennumyndinni The Prestige. Sko, ég er alveg viss um að þetta sé rétt, en nú maður þarf að lesa svolítið aftur yfir þetta. Já, þess að setja þetta á sjónvarpi. Það hafði þetta verið framan ykkur. Eina sem trufla mig er nafnið Robert. Ég man ekki hvort hann hétt Robert. Mér finnst þess að nöfnin séu svissuð. Svo, þegar Michael Caine segir Borden, við hvernig er hann að tala. Það er það sem ég er að reyna að munna. Ég held að karakterinn að Hugh Jackman hétt Angier. Þannig að þetta er... Já, býtu, mér finnst þess að nú þú segir þetta, mér finnst þess að ég hef ekki hlustað á Christian Bale segja Angier. Við ætlum að segja að þetta sé rámt. Stig. ég hefði Vel gert. Var það sem þeir var nöfni voru? Já, bara svissu. Ég ætla að vera svo sniður. leið þú sagði Angier, ég bara já. Borden. Kilo og Ísrael. Þetta er stressandi spurningar. Já. Að það er smá refsing. Jack Black lék aðalhlutverkið í School of Rock og myndinni var leikstýrt af Richard Linklater. Þetta er rétt. 100%. 100% rétt. Þetta er rétt. Það mælir sem Jack Black, það er School of Rock, í myndinni. leikstýrt Richard Linklater. Já, Þetta er rétt. Það er stig. næs. Þetta er uppáhalds Linklater myndi mín, sko. Að það? Elskar það sem ég get hóst hann enda, veist. Hann vinnur mikið með Ethan Hawke, það ekki? Jú. Þeir eru bara mega vinir. Boyhood. Það er bara 2 eftir. Óla Máni, þetta er ykkar svona síðasta. Leikstjórinn Emerald Fennell leikstýrði myndinni Saltburn árið 2023 og hennar fyrsta mynd í fullri lengd var myndin Careful How You Go sem kom út árið 2018. Það eru konu í aðeins meira trikki, sko. Dæmi. Sko, allur partur fyrri helmingurinn af fullyrðingunni er rétt, sko. Hún leikst fyrir Saltburn 2020. Careful How You Go. Fyrsta mynd í fullri lengd. Svo er það líka svona orðatiltekið að því að hennar fyrsta mynd í fullri lengd, ekki bara hennar fyrsta mynd. Og maður svona, skiptir það máli? Skiptir það máli þarna? Það er Careful You Go stuttmynd. Ég held að þetta sé rámt, sko. Það skjóta það bara. Eða hvað veistu? Sko, ég veit ekkert með neðri partinn, þannig að ég geti farið í báðar áttir með þetta. Ég að segja rámt. Við getum sagt rámt. Rámt. Læst. Stig. Málið er nefnilega að hún gerir Careful How You Go Já. en það er stuttmynd. Það er bara gíst. Næs. En þarna er mitt, sko, að því að hún gerir auðvitað Promising Young Woman. Það, og ég man að það var svo mikið talað það var í hennar fyrsta. Já, ég elska þá mynd. Emerald Fennell. Já, það er það sem ég var að hugsa líka. Var það ekki fyrsta myndin? Þá er það Kilo og Ísrael, þið kláraði þetta. Árið 1985 kom út myndin Working Girl en myndin skartaði meðal annars leikurum á borð við Melanie Griffith, Harrison Ford og Oliver Platt.
Sko, ég sé strax hvað er rámt hana. Oliver Platt. Nei, ártalið. Átalið? Þetta er 88 mynd. Herru. Sigourney Weaver. Talendu Óskarsvöluna. Til aukalutverk í þessa mynd og fyrir aðalverk í Gorillas of the Mist sama ár. Í alvörunni? Já. Wow, look at the big brain on you. Þetta er rámt. Stig. Wow, þetta var really impressive. Bro. Ok, strákar, þetta er búið. Herru, má ég fá að pissa, strákar? Það er lagi. Það er ekki í lagi. Farðu að pissa? Þú ætlaðu ekki að googla nokkur hluti? Þú veist ekki hvað þetta er að googla og veist ekki hvað er að koma. Googla allt. Ég nýttum með tækifæri og þið líka. Er það ekki? Farðu að pissi. Hvað er Máni? Fór hann núna að pissa? Já, það líka. Ég ætla að halda í mér. Crazy klandlíkt hann inni. Vissur það? Fórið liðið það? Nei, ég fór áðan líka, mástu. Nei, það er bara eins og... Það er crazy. Máni. Nei, Óli. Máni. Þetta er crazy líkt af Það það. er ekkert anda með nefinu. Var þessi einhverju bara mía á gólfið bara? Verða. Var þetta svona djampiss hland, svona, Já, bara, já. Svona eitthvað niður í bæ á okkur svo skemmtist Svona skemmtist að út á Spáni eitthvað staðar, svona 5 nóttina eða eitthvað. Nei, hún ræðst á þig. Þú bara... Hún ræðst á þig. Það var ekki ekki pissulikt að minni. Það lokaði mjög hægt. Þetta var perfekt. Hey, það er ekki pissulegst. Það getur komið spilur svona straumur á milli og þá fara ljósin. Það var það sem gerist í okkur í þátt 300. Já. Já, ég held það. Þau voru Það eitthvað. var að loka hurðum. Ok, strákar, við tókum smá salernispásu Já. og núna höldum við bara áfram. Staðan er Kíló Ísrael 27, Ólamóni 14. Það er crazy. Við erum búin að tapa þessu. Það, Hún er ekki svona hálnu keppnin, það er einhver. já, jó. Hvað marga spurningir eftir? Það er þetta slatt eftir. Já. Og það er svolítið svona skemmtilegt eftir. Og það er líka svolítið mörg stig svona í búi. Já. Af því að núna förum við í liðið það sem er 2 stig í búi. Nú förum við í 10 stiga spurningar. 10 stig. Óli og Máni, ætlið bara að halda ykkur við eða viljið þið breyta til? Halda áfram bara. Nei, breytum. Þú veit. Breytum núna. Já, það var góð. Þannig að viljið að Kíló og Ísrael byrji. Já, pröfum það. Þetta er bara mjög góð taktík. Þetta er persónu sem sagt liðurinn. Það sem ég er að spurja, þetta er 2 stig í búi, ég er að spurja persónuna You baby, it's all you. og ég er að spurja leikara. Ok. Og ef þið sjáu teiknaða fíguru, þá vil ég fá að vita hver talaði fyrir mannesk. Nei, hérna fyrir persónu. Persónur og leikarar 2 stig í boði. Er ennþá þetta hljóð ennþá í gangi? Var ekki bara snúran? Það lítur að það verið snúran. Geta verið snún. Já, hann er kannski reikst. Já, auðvitað, það getur Þú verið. vilt switch upp núna. Já, með það þarf bara taka þá af í jafnvæginu. Já, ok. Þetta er bara mjög góð taktík. Hann vil hrista upp í þessu. Ok, Kíló Ísrael, þið byrjið. Og ég ætla að segja ykkur eitt, strákar. Þegar ég var að búa til þennan lið og ég var að fara yfir þessa karaktera. Ég ætla, hann ég ætla bara að segja ykkur þetta strax, þetta á auðvitað við bæði liðin. Ég ætla ekki að heimta fullt nafn á þessum karakterum. Nice. En ef þið viti að þá er alveg cool, þið fá ekki aukast fyrir það, en það er alveg cool að koma það. Ok. Fattið hvað við? Yes. Þannig ég er ekki að beða alveg fullt nafn. Ég vil fá fullt nafn á leikurum, Ok. ég þarf ekki að fá fullt nafn á karakterum. Ok. Got it. Kíló og Ísrael, þið byrjið. Þeir ætla aðeins að hrista upp í þessu og ég vil fá að vita nafnið á persónu og við erum að tala þennan sem er með sólglerun. Ég vil persónuna og ég vil leikaran. Og það er eitt stig fyrir hvort. Þennan þá. Sólgleru. Er þetta ekki sólgleru? Það er með gleru. Ég man ekki karakterinn. Ég veit að hann heitir Donnie. Shut the fuck up, Já, Donnie. ég man því. Sko, ok. Og hvað sagður, var þetta, þú getur fengið hálft stíg og svona? Eða þú getur verið 1 og 1. Það er 2 stig í búið. Ok, við byrjum allan á John Goodman. John Leikarinn er Goodman. John Goodman. Þú maður læsa því. Það er rétt. Karakterinn. Akkur er þetta ekki að koma til mín? Manna ekki. Ef að giska á eitthvað nafn, við veitum allan ekki Donnie. Ef að segja Jack. Hann er svolítið Jack-legur. Jack Mac. Hann segja Jack. Jack Mac. Segjum Jack. Jack. Það er 1 stig. Hann heitir
Walter. Walter, man. Það er ég. Mér finnst gott, hann heitir Jack, hann er búin að biðja að þú þarft ekki fullt nafn, hann heitir Jack Mac. Jack Mac. Ok, Óla Máni, Walter. 2 stig búi. Walter, no, Walter, you're not wrong, you're just an asshole. Þetta er hérna Bilbo, nei. Já. Hvað heit karakterinn? Karakterinn heit bara Kay, eða ekki? Ég man ekki hvað hann hét í fyrstu myndinu. Seinni myndinu, hvað heit hann þar? Hann Lance Henriksen. I don't know. Bishop. Það var Bishop, þannig að þetta geti verið Kay. Já. Og leikarinn, ný-ish dáin. Hérna, þema þáttur. Við ætlum að segja að karakterinn heitir Kay. Ok. Hétt hann ekki hérna... Og leikarinn heitir... Manni, ég er að Já. Og Ian Holm. Já. Það er 1 stig. Ok. Fyrir með leikarann. Ég ætla að gefa ykkur stig hérna. Við var leikarna rétt. Já. Karakterinn ekki rétt. Ég hugsaði Bob Hoskins for some reason. Bob Hoskins. Eru þið þá með karakterinn, Kíló og Ísrael? Hann heitir Bishop, það heitir þess að bíla eitthvað svona Chappy boy. Birtist hann ekki í Alien Romulus eitthvað alveg? Ég hef ekki séð hana. Jú. Jú, þau notuðu hérna, hann var dáinn, já, það var ekki Hvað er ekki robot? Já, ég veit ekki, hann var vel með í þessum tíma. Þau sagði Kay, við ætlum að segja gay. Segðu Jay, on-jokes. Það er ekki Jay. Já, gay, já. Segjum bara Jay. Nei, þetta er Ash. Þetta er einmitt það sem við tölum um það. Fólk horfandi á heima og Kay úr Blade Runner. Já, en þú ert ekki búin að vera hérna inni þetta tíman. Í hringiðinni. Þú fékkst að pása. Ok, það er Kíló Ísrael. Ég er ekki góður í þessu. Oh my god. Karakter og hver Hvað heitir aðvondakallin? tala fyrir hann? Hvað heitir aðvondakallin aftur? Er það ekki hann... Megatron. Þetta er Megatron. Já, þetta er vondið, ekki? Þetta er vondakallin og það er það ekki bara Ian McKellen? Það er ekki eitthvað slags? Ég hef ekki segið það. Það hljómar á, ég vissi það, Lawrence Fishburne. Tíni sé Transformers-myndan, ég hef enga hugmynd. Þetta er potted Megatron. Já, og... Er það... McKellen? Hann er ekki alltaf... Transformers. Ég veit ekki. Það er eitthvað vondið. Eitthvað frækur. Ég ætla að skrifa... Var þetta... Þetta lítur að vera Megatron. Hann lítur að vera Þeir Megatron. tala með svona djúpar... Hvað Frættirnar eru að breyta. Ekki láta mig hlæja, stráka. Herru, ef við ekki segja bara Andy Serkis. Andy Serkis. Herru, það er bara Megatron, Andy Serkis. 1 stig, þið fáið rétt fyrir Megatron. Já, ok. Kíló Ísrael. Eru þið með leikarann? Málið er þeir skiptu út ralleikarunum eftir fyrstu myndina. Þannig að þetta er annarkvort Hugo Weaving eða Frank Welker. Þetta er Hugo Weaving. Er þetta úr fyrstu myndinu? Já. Ok. Rétt. Já. Hver er Frank? Frank Welker, Scooby-Doo. Hann tala fyrir Megatron í þáttunum líka. Geggjað. Herru, við höfum þá næsta. Þið er næsta. Óla Máni hafa verið svolítið góður í þessu svona. Fá 1 stig, aukastig. Dorothy. Dorothy og Julia Garner. Hvort heitir hún Julia eða Julia? Nú er ég öruglast. Julia, ég held að hann heitir Julia. Ekki reyna að lesa eitthvað í mínum ögum því ég er bara að flæjast því þessu eitthvað. Hvort sagðir þú? Julia eða Julie? Ég sagði fyrst Julie. Heldur það sé rétt? Já. Mér finnst Julia að vera rétt. Viltu skjóta Julia þá? Nei, ég ætla að treysta þér frekar. Julie Garner. Og karakterinn er? Dorothy. Þið fá 1 stig. Þetta er Dorothy. Óla Máni fá 1 stig. Hvað heitir leikonan? Hann sagði Julie Garner. Þessi nafni er hérna. Þetta er, Hvað sagði þeir? Julie Garner. Julie Garner. Er þetta ekki Julie Garner?
Nei. Þeir fengi allan að rámt fyrir það. Hvað, mammenar er hérna? Judy Garland. Judy Garland, já! Það er Það er bara alveg hérna sjóða upp úr. Þetta var vel gert. Alveg að Myndin stípla. er bara Renée Zellweger fann Óskarinn fyrir að leika sem mannesku, myndin hér Judy. Judy Garland var rétt. Þetta fekk hann ekki Óskarinn fyrir Mary Poppins. Það var Julie Andrews. Já, alveg rétt. Ég held að það verið saman leikona. Er það ekki Kíló? Rosalega sorgleg saga leikonum. Við erum átt að tala. Hvað sagði Máni? Sorglega saga með hana? Já, bara leikonum. Bara uppdópuð og köstuð á milli ykkur á framleiðanda. Já, Stjórnuðu lífinu hennar. saga, sko. Og er ekki mamma hennar Mommy Dearest dæmið? Nei, dóttir hennar er Liza Minnelli, ekki? Já, Jú. jú, og hún er hún Mommy Dearest, eða? Nei, þú ert að hugsa hérna Joan... Betty and June, Betty Davis, Joan, hvað er hún, Joan Woodward? Joan Crawford. John Woodward, Woodward, já. ég er að búin sjöna. Já, lífi hennar var hræðilegt. Beth Joan, eitthvað Joan. Og hún gerði blackface. Já. Já, ég veit, já, hún gerði blackface. Sama ár og þessu kom út. Sama ár. Þetta voru öðruvísi tímar, Þetta voru öðruvísi tímar, maður. Ok. Pedofília blackface. Kíló og Ísrael. Ég vil leikonu Carter. Þetta er, Líka hún er ekki hræðilegði líka, Hollywood. já, hvað heitir hún í myndinni? Þetta er, leikonan, þetta er Shelley Duvall. Þetta er Shelley Duvall. Shelley Duvall. Og hún Heitir hún ekki Annie? Hvað er Jack að öskra? Það sé here, Let me into the bathroom. gotta go. Please open the door. Hvað sagði þú, Annie? Er ekki Annie? Svo langt síðan ég sé þetta maður. Má ég fá phone a friend? Má ég hringi í skóla? Hvað nafn þetta er í hug? Mitt, ég fór bara strax í Annie. Já, mitt þetta er ekkert annað hug. Svolítið langt síðan ég sé hann. Ég man hvað hann hét í myndinni. Jack Torrance. Eitthvað Jack. Eitthvað, já. Erum við þetta, strákar? Það er bara Shelley Duvall og Annie. 1 stig. Ah. Það er Shelley Annie. Duvall. Wendy Torrance. Wendy, maður, já, rétt. Það er rétt, Jóla. Annie Wendy. Seinustu ára hennar voru víst rosalega góð. Hún átti rosalega stuðning með aðdáendunum sínum. Er það? Gott. Óli og Máni. Ég er að spurja snjókalli. Olaf og Josh Gad, eða ekki? Jú, Olaf Josh Gad. Vel gert, Rey. Ég var 100% bara, þeir veit ekki Josh Gad. Hann fekk 20 milljónir til að leika hann aftur. Wow. Það er slapp. Það er þá komið að Kíló Ísrael. Mér finnst þetta skemmtilegur. Já. Oh my god. Hvað heitir þið? Ok. Þetta er hérna... Leikona og karakter. Ég bara aldrei sé þess að leikurinn í neinu. Hún líkið The Burbs eða eitthvað, held ég. Þetta er ekki hann er þetta... Þetta er Robocop. Já. Hvað heitir karakterinn? Ég bara manna ekki. Okay. Ég ætla að segja eitt sem átti þetta, Já. sem átti karakterinn. Þið fáið rétt fyrir annarkvort. Fattu ég hvað við. Það er svo nickname. Fornafnið, eftirnafnið. Já. Ég skil. Já, Það er ekki að bæði, en þið fáið rétt fyrir annarkvort. Ég bara manna ekki. Sko, heitir ekki leikonan Nancy Allen? Nancy, það er hljómapinur ekki. Já, ég held að segja Nancy Allen. Höldum okkur bara við Nancy Allen. Okay. Og karakterinn var, Svona. sko, hann var Murphy. Hún var, Ég er með hugmynd en ég er ekki alveg viss. hún var... Briggs. Briggs. Hún heit Lock and Loaded. Ég var að segja bara eitthvað svona algengt, bara, veist, Adams, eitthvað svona, Johnson, eða eitthvað. Segja Johnson. Já. Ok, Nancy Allen og Johnson. 1 stig, þetta er Nancy Allen. Þetta er Johnson. Kíló Ísrael. Johnson! Það var nefnilega málið, karakterinn heitir einhverju svona butch nafni. Já, það er rétt. Hann heitir Gauranafni. Já. Ég er ekki... Terry eða eitthvað svoleiðis. Það er svolítið svona bæ. Já, það getur verið bæðið með. Max er gott nafn líka. Nei. Um, Vel gert með Nancy Allen. Já, ég bara... Ég er ekki með... Ég hef ekki náð Nancy Allen, sko.
Ef að segja Fish. Butch. Okkur heist ennþá svona svo pikk, ég veit ekki hvað þetta er. Mér finnst þess að Robot Cop hafi á einhverjum tíma í myndinni sagt nafn. Það er Robot Cop. Hann heitir það. Elskir það Robot Cop, ekki Robocop. Robot Cop. Hann er Robot Cop. Hann heitir það sem hann er. Hvað er nafnið? Herru, ég var að segja bara Max. 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 Málega, nei, það er rátt. Lewis. Lewis. Hún heitir Anne Lewis, en hún er kölluð alltaf í myndinu Lewis. Já, Ok, þið voru ekki með Hún þetta. er Anne. Ég sé það. Ok, það er það ekki Óla Máni? Jú, við erum Jú. sléttu til núna. Ég er að biðja mannin sem er lengst vinstri. Lando Calrissian og Billy D. Williams. Nice. 2 stig. Frábært nafn, Billy D. Williams. Svalt nafn. Þetta var ekki erfitt. Billy D. Það er Hann líka með skikkju. kíló- Rúlar í heiminum með skikkju. Það er engin annar af venjulegu fólkinum bara með skikkju. Nei, þau skikkjur aftur. Án gríns, ég er ekki eins og djóka. Já, ég er sammála. Ég er búin að eiga þess að samræða við konuna svolítið oft. Með skikkjuna. Með skikkjuna. Kona mín á skikkju, hún elskar skikkju, sko. Það eru geðugar. það væri cool. Það er svona Game of Thrones feldskikkjur veturinn eftir að djóka. Bring this back. Ég er sammála. Og hatta. Og hann. Ég er alltaf þarf Ég vil hatta. Alltaf Á bannárunum. Alltaf þarf að Þú eitra eiginlega þetta. Peaky Blinders eitthvað svona. Nei, ekki svo sixpensar. Ég er þannig svona hatt, svo Indiana Já, Jones. eins og Jones. Ok, kíló Ísrael. Ég er að biðja þennan til vinstri. Þennan. Já. Þetta, Will Smith. hvað séu? Will Smith. Hann talar um Nei, þetta. býtu. Jú. Er þetta ekki, Þetta er Shark's Tale. female? Er þetta ekki kona? Hérna. Já. Nei. Jú, Nei, það. Nei, þetta er ekki kallað. Jú, er Er það? þetta ekki Shark's Tale? Jú, þetta er sértil, en er þetta ekki konan sem hann að... Nei. Þetta er fiskur, strákar. Já, en þú sagði til vinstra. Já, jú. Var ekki Will Smith? Will Smith? Já, en hann er í þér mynd, en þetta er ekki sá karakter. Jú, það ekki. Finnst þetta að vera kallmaður? Er kallmaðurs fiskur? Já, Er það? já, hvað heit karakter hans? Mástu það? Hann hétt hann að... Það heit Finn eða eitthvað. Já, Finning. Finnst þér þetta að vera kall? nei, Þetta er fiskur. er þetta ekki ég sem Angelina Jolie talaði fyrir? Er þetta stelpan úr því? Já, er það? Jæja, strákar, þetta er algjör hrærigröndur. Nei, Hvað ég segir þið? held þetta sé... Er þetta Will Smith karakter? Þetta er Will Smith karakter. Ok, ef þetta væri stelpufiskur, þá væri eitthvað svona augnára eitthvað kjaftaði. Já. Ok, segjum að þetta sé Will Smith og hann heitir... Hvað sagði þú? Finn. Nei, hann heit eitthvað annað. Hann heit Gubby. Það var... Það er svo langt sem ég sé þessu mynd. Jæja, þetta er búin að taka sem tíma. Segjum Finn. Sem bara Finn. Will Smith og Finn. 1 stig. Bara Will Smith. Will Smith. Þetta er sínilega byggður á andlutun hans Will Smith. Hann heitir Óskar. Hann heitir Óskar. Óskar milljóneri. Þetta er kíló Ísrael fætt stig og rétt hjá ykkur. Milljón. Það er ég. Óla Máni er búin að vera á færi þessu landi. Og svo er það Jack Black við hliðina. leið og batnaefni byrjar. Þessi mynd. Ég held að enginn væri með þetta. Ég var búin að gleyma þessari mynd. Ég bara, já, alveg vins. Mér langaði svo að Ísrael myndi ná að samfæða, en þetta væri ekki... Gaslighter. Já, málið er nefnilega, hann er byggður á Will Smith, en varirnar og augun, þetta er svona, þetta gæti verið Angelina Jolie líka. Þetta var skemmtilegt svona, anatomy of a fish. Finnst þetta að kall? Nei, þetta var hvort? Þetta er fiskur. Ok, er það ekki Óla Máni? Jú. Strákar þér að klára þetta. Þetta er síðasti karakterinn. Og ég er að biðja þess að hérna fremst. Þetta er ekki Sandy. Þetta er Olivia Newton-John og hún er að leika karakterinn Sandy. Það eru 2 stig. Damn, what a hottie. Já, hún fór í lettan í endanum. Fór hún í hvað? Letta, liður ég hann? Já, lettan, já. Kíló og Ísrael, þið fengu 60 í þessu, en Óla Máni fengu 12. Damn, sérðu? Catching up, Hey, we guys. got a Catching game. up, we got a game. Úf. Ertu með fleiri svona?
Ertu með fleiri svona? Jæja, strákar. Kíló Ísrael, þeir með 33, Óli og Mánar með 26. Nice. 7 stömmunur, en það er slatt eftir. Það er slatt eftir. Næst er eitthvað sem ég er svolítið spenntið fyrir. Ég hef aldrei gert þetta nákvæmlega svona. Ég gert svona aðeins öðru útgáfu þessu þegar þið, eins og ég sagði hann, þegar þið keftuð, Ísrael og Kíló. Þetta eru valmöguleikar. Ég ætla að segja eitthvað strax, það eru 2 stig í boði. Þetta virkar þannig að ég mun nota líka sjónvarpið og þetta er þannig að það er spurning og það eru valmöguleikar. Það er svona A, B, C, D dæmi. En þið getið fengið 2 stig ef þið viljið spreyta ykkur og svara spurningunni án þess að sjá valflokkana eða valmöguleikana. Já, þannig að ég seti þetta á sjónvarpið góður. en öll spurning, þið leiðum mér að lesa spurninguna því ég nefndi ekki alveg að setja hana alla en þið sjáu svona loka spurningunni sjáu hvað við með eftir smástund og ef þið treysti ykkur til að segja bara þú veist, að svarið er þetta þá fáið þið 2 stig en ef þið er bara svona, fáum valmöguleikana þá getið bara fengið 1 stig. En er þá svarið bara 1 svar? 1 svar. Þú veist, það er bara 1 svar, það er ekki, það er að svara 2. Nei, ég ætla að hafa það þannig eins og Óli og Máni, eru þið búin að ákvæða hvort þið viljið byrja eða viljið að þeir byrji? Þau með byrja aftur, það virkaði vel. Ok, það virkaði vel. Ok, þannig þið byrjið núna, Kíló Ísrael, og þið fáið spurninguna, og ef þið viljið spreyta ykkur, bara, þetta getur verið, já, þetta er bara þetta nafn á þessum leikara eða whatever, og það er kannski rétt hjá okkur, þá er það auðvitað 2 stig. Ef það er rangt hjá okkur, þá færi svarrétturinn yfir á Óli og Mána, en þá vil ég hafa það sanngjarnt, þá þurfa þeir að spreyta sig á án þess að fá valmöguleikana og ef að þeir eru með það rétt, þá er bara það, þá 2 stig fyrir þá líka eða þá bara, þá er spurningi bara þá koma aldrei valmöguleikana til greina. Fattu hvað við? Kíló fattar Þú ekki. setur ekki upp valmöguleikana, þannig að við biðum það. Valmöguleikana kom ekki strax upp. Ok, en svarið, spurningin kemur fyrst. Já. Og þið megið ráða bara segja, nei, við erum ekki alveg vissir, við viljum fá... Þetta er sniðugt. Við viljum að prófa þetta. Þetta er skemmtilegt. Smá svona sálfræðin í þessu. Smá sálfræðin. Ok. Kíló Ísrael, ekki segja neitt. Það er spurning og það er líka mynd. Á sjónvarpinu. Ekki segja neitt, leiðum mér að klára spurninguna og svo fá þið að segja mér hvort þið viljið giska, eða segja mér svarið eða fá valmöguleikana. Byrjum á þessu. Spurningin er Little Monsters er bráðskemmtileg 80s fjölskyldu / hryllingsmynd með Fred Savage í aðalhlutverki en hann leikur Brian, ungan strák sem vingastu skrimslið Maurice. En hver lék Maurice? Ég með það. Ég með það, já. Er þetta ekki? Howie Mandel. Já. Howie Mandel. 2 stig. Ég elskar þess að mynd sem krakki. Já, mjög skemmt. Þegar þú gerði svona, og þetta er scary. Monster Under the Bed, eitthvað. Já, þetta var bara mjög skemmtileg. áður en Monsters Inc. kom. Ég held að enginn sé Það eina sem ég veit þessa mynd er eitthvað svona cracked grein 10 ára gömul, þar sem þeir sögðu að Monsters Inc. er rip-off af þessari hérna mynd sem enginn sá. Já, vá, ég aldrei tengt það. Það er góð pæling. Hún hræddi mig smá því ég var yngri. Já. Monsters Inc. Máli, Nei, þessi. Þessi. máli, Ég var ef þú tvítugur. hefðir ekki lesið upp Fred Savage, þá hefði ég beðið um valmöguleika. Ég vissi ekki hver var Maurice, já, rétt. Leðu þú sagði Fred Savage. Ég er stundum góður. Stundum góður. Ok, nú förum við í næstu og það eru bara sömu reglur hjá ykkur, Óli og Máni. Ok. Og leiðum mér að lesa spurninguna, af því ég hugsaði, fatti kannski ekki alveg hvað við, nema ég lesa hana alla. Ok. Og það er mynd. Já, fyrir ekki við. Þarna fáið þið val möguleikana. Sama spurning. Ok. Í 90s fjölskyldumyndinni Kasper lék Bill Pullman mann sem er með sterka tengingu við drauga. Í myndinni fer draugur inn í hann og hann breytist í stuttan tíma í 3 mjög fræga leikara. 2 þeirra eru Clint Eastwood og Rodney Dangerfield. En hver er 3. leikari? Hann hefði ekki sagt Clint Eastwood. Ég hef ekki séð þessa mynd núna í 26 ári eða eitthvað. Og ég sá hann örgulega bara 2 mínútur á hann á stöð 2 eða eitthvað. Sko, ég veit ekki hver 3. leikarinn fyrir utan að við fáum valmöguleika.
Já, ok, það var að valmöguleika. Ok, þannig að þið dettin er 1 stig, en ég þá líka að segja það að ef það er rangt hjá okkur, Já, þá fá þeir samt séns. ok. Fá þeir Þá- svona 2 stig eða? Nei, þá eru þeir bara kepp með 1 stig, en þá eru þeir náttúrulega bara með 3 valmöguleika. Cameo að leikararnir eða er þetta bara svona 12 gert, hann breytist í þú? Þetta er, nei, þetta er ekki tölvugjert, þetta eru, Þeir mæta, þetta er Clint cameos. Eastwood mætti í Kasper. Shit. Ég veit ekki hvort hann hafi verið akkur bara, þú veist, andliti breytist í, Ah, ok. fattur fyrir fram að speil. Ok, viljið þið fá valmöguleikana? Já, takk. Og leiðum mér að lesa upp á henni segja eitthvað. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Bruce Willis. Já, Mel Gibson. Læst. Vel gert. Var það Mel Gibson? Jep. Já, auðvitað, þetta er svona, þetta er tíminn hans Mel Gibsons. Já, early 90s. Ég er nefnilega, þetta er svo fyndið að frændi minn og frænka, þau voru að horfa á þessu myndum daginn og ég náði ekki Mel Gibson. Ég sá hérna. Þess vegna var ég að vonast til að myndir segja einn af þeim, sko. Ég veit tvo þeirra. Ég myndi Clint Eastwood. Já, ég myndi það líka, sko. Mamma var alltaf rosalega ásfangin af Mel Gibson, þú veist, 2000 þegar við fluttum upp í bæinn frá Eyjum og síðan hætti hún ég veit ekki hvað gerðist, svona þann tíma, hún hætti að vera ásfangin á hann. En fyndi, ég vil bara horfa á þessu mynd aftur daginn. Mér fannst það svo skemmtilega á krakki. Mér finnst það ennþá góð, sem fjölskyldumynd. Og það komið atriði. Ég var búin að steingleym þessu, þannig sá ég hana mjög oft í yngri og ég bara leiði þessu atriði. Ég er að fara að spurja þetta, ég skrifa þetta í síma. Og það er alveg svolítið síðan, ég bara, þetta verður einhverju kjarni. Ok, þá er það Kíló og Ísrael. Nú kemur líka spurning sem ég er búin að bíða svo lengi með þessa spurningu. Ég er búin að bíða svo lengi með hana. Góti nóg. Af því ég get leyft mér að hafa þetta svo erfitt. Af því það er valmöguleikar. Ok, Kíló og Ísrael. Leyfum mér að spurja fyrst á þenni. Segið eitthvað. Eins og flestir vita þá fyrir John Wick af stað í herferð gegn glæpamönnum eftir að hvolpurinn hans er drepinn, en hvað hét hvolpurinn? Þeir vita það 100%. Ég sé alltaf þessa mynd, ég er bara, ég man aldrei eftir að korpurinn nefndur á nafn, sko. Hann segir nafnið og það kemur líka fram ef ég man rétt á Collar. Já. Ég var að taka valmöguleika. John Wick Jr. Ég heldur að taka valmöguleika. Herru, það er valmöguleika bara. valmöguleikar. Valmöguleika. Og eins og með þá ef þetta er rangt hjá okkur, Ég veit. þá fá þeir- I know the stakes! Leyfum mér að lesa upp. Hét hvolpurinn Sadie, Ruby, Daisy eða Stella? Hey, Daisy. Ekki Stella. Það sem er að fara Daisy, sko. Ég veist að það er ekkert, ég er að reyna að sjá eitthvað fyrir mér og hlusta, ég bara, það kemur ekkert við svona. Daisy. Rétt. Yes! Vissið þetta alveg 100%? Nei, ég hefði aldrei getað giskað þetta. Ok. Þetta var góð spurning. Já, takk. Ég hefði skotið á Sadie eða Daisy að því að þú svipaði stafir. Já. Ég var Þetta er svolítið þar. Ef Kíló hefði ekki verið alveg bara Daisy, þá hefði ég sagt, Sadie. Stella! Sadie. Kill Stella! Ok, það er Óla Máni. Og leyfum mér að lesa alla spurninguna. Spurning 4. Hvað heitir draugahundurinn hans Jack Skellington í jólamyndinni The Nightmare Before Christmas? Hét hann ekki Max? Þú skjóta það? Zooma inn á ólinn hans. Er það Max? Sko, þegar við vorum með John Wick spurninguna, Já. þá hugsaði ég strax, hann hét örugglega Max, það er rosalegt nafn fyrir hundurinn til að heita og síðan sagði ég nöfnin og svona, nei ok, þetta var stelpuhundur. En þannig að ég veit ekki, að því mér finnst Max vera rétt hérna, Ok. en kannski er það bara því að Max er fast úr haustnum mínum frá fyrir spurningu. Við getum alveg skjóta á Max. Við skulum skjóta Max, Já. skjóta Max, Max. læst svar. Ránt. Ég hefði líka ekki. En þið fáið ekki valmöguleika. Nei, ég ætla einmitt að segja. Nei. Sko, Max er hann að En þið fáið 2 stig ef þið eru með þetta rétt. held að... Ef við erum með þetta rétt. Ok, Já. hvað... En þið fáið ekki valmöguleika. Svona sem sé sem mynd. Hann heitir... Ég hefði giskað Max líka, sko. Ja, þetta er Max-lugur Prófaðu að giska það líka. Já, Maxipad! Maximus. Ég var að segja... Hvað er eitthvað svona algengt hundana? Hann hétt eitthvað svona regular name. Ekki Lassie, Benji. Nei. Hvað er Fluffy? Rover. Fluffy. Ég var að segja Fluffy. Rover.
eins og Rover. Ég ætla að skjóða. Sem bara Rover. Rover. Það er ránt, en upp á djókið. Okay, Það fekk engin stig fyrir þetta. þetta. Hvað haldið svona þegar þið horfið á þessum? I hit zero. Hann hér Zero. Það er rétt nálega. Zero og Max, þú veist, Coke Zero, Pepsi Max. Hálft stig. Hörru, það er Kíló og Ísrael. Hvað er margar svona spurningar? Það eru 2 eftir. Finnstu hvað þetta er skemmtilegt? Þetta er Já, gaman. Þetta er mjög góð. Erfitt sko. Mjög góð ringi. Ok, leiðum að lesa spurninguna. Í suður-kóresku myndinni Oldboy er Odae-Soo tekinn og fangelsaður í ákveðin tíma á sérstökum stað. Hversu lengi er Odae-Soo í þessu fangelsi? Ekki 25 ár. Og stelpan orðin það gömur. Það er að vera 15 ár. Ég ætla að segja 16, en það getur ekki við. 16. Akkur hugsa ég 25. Það er nú allt gömur. Ok, byrju. Hún var ung stelpan, ekki? En hún var ekki undir lögaldri ung. Jú, hún var ung. Hún var með hana, fluffy pony, hvað heitir hann? Unicorn. Hún var eitthvað svona in her 20s. Já, Já. ég var gískaði að fá valmögulega. Valmögulega hans getur verið, 15, 16, 17, 18. Já. Já, hann getur verið með einhver asni. 1, 2, 40, 90. Þannig að Það er 15 eða 16 ár. mér finnst eins og það verið 16. Svo pirrandi, ég var að horfa á þessu mynd á fyrst skipti þessu ári. Og ég bara svona, það kom í hausinn á mér 16. Leiði ég svo spurningar bara, ok, það var 16. En Tökum bara sénsinn. I'm not sure, en ef ég segja það bara. Tökum bara sénsinn. Roll the dice. Roll the dice. Roll the dice, 16. Það er ránt. Já. Óla og Máni, eru þið með þetta? Og þið fá ekki valmöguleikana. Það eru gískað að þeir eru ekki sagt það. Já. Ok, það var ég tilbúin að treysta. Mér myndi að það var 12 eða 20. Talan 2 skipti máli fyrir mér, en ef þú segir 15, ég sé þessa mynd einu sinni fyrir langa löngu. Ég held að það var 15. 15, læst. Það er rétt. Þetta er vel gert. Það var í Spike Lee rusl endurgerðinu sem þeir lengdu tíman. Þá var hann 20 eða eitthvað. Var það? Það er bara for some reason. Oh my god. Og þetta er þess að valmöguleikana. Var það ekki? Það hefur verið nasti að vera með 14, 15, 16, 17. Herri, Óla og Máni, þið kláraði þetta. Við klárum. En mér var svolítið gaman að gera þennan lið. Já, þetta er líka Ok. svo, þetta er svo hættlegt, þetta er svona, ef maður hefði beðið um valmöguleikana þá er þetta læst inn. Já, steinlengur. En maður þorir því ekki. Óla og Máni, leiðum mér að klára spurninguna á þannig þið komið með eitthvað svar. Ok. Dutch leiðir hóp af harðjöxlum í hasarmyndinni Predator, en liðans Dutch lendir á móti geimverunni sem byrjar að slátra þeim. En hver deyr fyrst í hópnum hans Dutch? Sko, Eða hver deyr fyrstur? ekki Arnold, Nei. ekki Billy, minnir að segja ekki Jesse Ventura og ekki Nei, sko, þessi er alveg lifandi undir blálókin, sko. þá er það annarkvort, Og þið bara svo veitu, ég er að byggja um sko þú vilt nafn. karakterna. Já, ef það ekki að fara í valmöguleika. Ég man ekki einu sinni hvað þeir heita. Býtu, Shane Black, Já, hann er þá númer 1 eða 2 held ég. já. Man sé hvað karakterinn hans hét. No. En ef hann gefur mig valmöguleika, Já. ég veit ekki munin á nafninu hjá helmingnum eða svo að Nei, en þá get ég ekki gískað á heldur, þannig að spurningum að taka valmöguleikana. tökum valmöguleika. Ég elskar að segja, ef hann gefur mig valmöguleika, þú mátt alveg fá þá. Ég er ekki eitthvað að leina þér fyrir þér. Þið ætlið valmöguleika. Já. Er það Blaine, Hawkins, Mac eða Poncho? Þetta hjálpar mér ekki nefnilega. Ég var að vonast að helmingurinn aðeins væri svona, var það Dutch, var það, þú veist. Já. Og ég get sagt ykkur strax, þetta eru allt nöfn á karakterum í myndinni. Ok, ég held að Blaine sé svartigæðin við hliðin á Jesse Ventura. Mac finnst mér vera Shane Black, Hawkins held ég sé litli gæðin aðna. Og Poncho finnst mér vera Billy. Hann hétt Billy, þannig að kannski heitir hann ekki Poncho. Ég Ég er að rugla. segja Hawkins. Skjóta það bara. Hawkins eða Mac. Eða, nei, býtur kannski var það Blaine.
Ertu alveg vissum að svartigæðin dó seinna inn í myndinni? Þessi? Já. Já, hann er að fela sig og ég man bara því að hann er að fela sig og það er mjög svart í bakgrunum þannig að hann svolítið hverfur. Já. Að ég man þegar við vorum að horfa á þessu mynd og hann byrjar að tala og sést bara í tennundar hans og Ingi Þór öskraði honum fram. Ok, sko, Hvað er það að segja? mér finnst þess að hann heiti Blaine, þannig að Hawkins eða Mac, þú segir Hawkins. Já, ég segi- Er það byggt á ykkur eða bara skot? Það er bara, I don't know. Ok, ég vil frekar segja, nei, ég vil helst ekki. Það var ekki Mac, sko. Ok, segjum þá Hawkins. Hawkins, læst. Það er stig. Wow! Hver þeirra er Hawkins? Er það Shane Black? Það er Shane Black. Það er þessi. Nei, Shane Black. Er það Shane Black? Er það Shane Black? Ok. Þessi er Poncho, það ekki? Það er- Nei, Blaine er Jesse Ventura, Poncho er gæðin sem er fremstur, Mac er svartigurinn, Ó, Mac er svartigæðin, nú þú segir það. Þegar þú segir það. Þið erum með stig hérna. Úff. Ég held að það sé ennþá alveg 5-6 stiga munur hérna. Á okkur. Já, bara. Það er 3-3 í þessu. Já. Er það ekki alveg 7 stiga munur? Var það ekki þannig? Jú, það er ennþá, Að fara... en það eru 20 stig eftir. Já, Strákar. allt gerist maður. Shit. Við erum með... Þið eru með 29, Óla Máni, og þið eru með 36. En sem ég segja, það eru 20 stig eftir. Já, já. Það er síðasti liðurinn og þetta er flokkaliðurinn. Þannig þið fá að velja svolítið núna. Við þurfum að velja við. Þannig að Þið vantarlega viljið þá byrja ef þið fá að velja. Hérna sjáu þið flokkana. Flokkarnir eru ártöl, löggur og bóvar, nördastöf, bardagastjörnur. þetta er allt góður flokkar maður. Og ég ætla að segja ykkur eitt strax. Ég hef stundu leikið með eitthvað svona stundu 2 stig. Þetta er allt bara 1 stig. Okay. Það er ekki 2 stiga og það eru 5 spurningar í hverjum flokki. Og byrja fyrir ekki, ég datta eins út, allt jafnmörg stig fyrir allt saman. Já, það er bara 1 stig fyrir hverja spurningu. Það er En við lendum illa á því einu sinni. Já, það er ekkit svoleiðis. Það er engin 2 stig, það er 1 stig fyrir hvert og ef þið velja eitthvað flokk, þeir þurfa ekki að elta eitthvað í þanga. Og 5 spurningar í hverjum flokki. Sko, mér líður vel með allt saman, þannig ég er að spá, Góða flokkar. góði flokkar, mjög góði flokkar, ég er að spá hvað ef þeir eru rosalega sterkir í ykkur einu, hvort við reynum ekki að strauja það út strax, svo við höfum meiri séns á að stela. Hvað heldur þeir séu góður í? Ég held sem bara góður í Ég er bara... Það er ekki svar sem ég vildi heyra. Það er alls... Ég er spennt fyrir allt einar. Ég held að ég sé svolítið slagur hérna, sko. Ok, viltu taka, nördastöf eða? Já, nördastöf. Nördastöf. Hvað er nördastöf? Það er bara eitthvað svona fantasy Star Wars. Star Wars, Star Trek, Marvel, já. Það kemur ljós, af því að það er ýmislegt sem kemur til greina. Þið ætla að vera í nördastöf. Nördastöf. Nördastöf, spurning 1. Hvað heitir persóna Marlon Brando í Superman frá 1978? Jor-El. Læsvar. Jor-El er rétt. Hefðu þið náði? Já. Kíló Ísrael, hvað segir þið? Ef að taka sama taktík og elta þá alltaf. Hún gerir þetta hérna. Já, Ekki bara. elta þá, nördastöf. Nördastöf. Þið ætla í nördastöf. Spurning 2. Hvað heitir persóna Terence Stamp í Elektra? Myndin Elektra. Ég var svo að býða eftir í Superman. Já, komið svar sem að... Ég lekt það. Ég veit ekki neitt. Ég held sér trikkspurning, hann var ekki í myndinni. Það var ekki. Herru, er þetta talað um þetta með, Jennifer Garner. Jennifer Garner? Þeir eru dásamlegu mynd Stásamlega sem mynd. allir elska. Herru, ég bara veit þetta ekki. Ef að giska, hvað er líka pappanar? Ég man ekki svona eftir hún myndi. Bob Electro. Hann heit eitthvað svona Fire Phoenix. Segjum bara... Við vitum þetta ekki. Hann heiti Jack. Það er rámt. Ok, ég vil skjóta á, ég hef ekki síðan í þessu, að því að þetta er Elektra og vil ég skjóta á, er hann stikk í henni? Hann er stikk. Hann er stikk, læst svar. Það er rétt. Blindi. Eitt svolítið skemmt. Eitt svolítið... Já, endilega. Má ég segja eitt bara samt það. Mér er svolítið skemmtilegt að þetta tengist Turtles. Já. Af því þetta er unni kennarinn, það er Stick. Turtles gæri hermdu svo mikið eftir út Daredevil. Hann heitir Splinter, Stick, Splinter. Og þið veitir hvað, vonda klanið, Já. Foot Clan. Já. Hvað heitir það í... The Hand, oh my god,
tímasetting geggjað. Ok, þetta var rétt hjá Cool stuff. Nördastöf aftur á okkur. Stikk 4 í hverju, sagður? 5 í hverju? 5. 5 í hverju. Og ég veit að fyrir að detti ykkur svona spennu, þá fyrir ég að taka fram, sko, Þetta var spennandi, sko. þá fyrir ég að taka fram, sko, stöðuna. Ok, Óli og Máni, þið ætlið nördastöf. Hver lék Beowulf í samnefndri kvikmynd frá 2007? Býtu, það var hérna... Og ég ætla að segja eitt, að ég man ekki alveg, það kom bara önnur, það kom svona 2 svipaða myndir. Þetta er sem sagt Zemeckis-myndin. Já. Ég bara gulltryggja með að hún kom út sama ári. Hvað sagði 2007? Er það? Ég nefnilega, sko, ég held að það gæti vel hafi verið hann, en þeir notuðu ekki alveg Angelina Jolie, ég held að hún var í henni og þeir notuðu Angelina Jolie andlitið. En ef að gæðin sem ég held að þetta var, sé réttur, þá var aðeins breytt við andlitið. Ef að skjóta það? Skjótum á það. Sean Bean, læst. Rámt. Ok, ég er með 2 nöfn. Ég vil bara 1, Ísrael. Ég er með Gerald Butler eða Crispin Glover. Sem leik Beowulf. Ég veit að hann leik í þeirri mynd. Ég hef ekki séð þessa mynd. Ég man bara að ég horfði svo mikið Back to the Future podcast og hann tala svo mikið and I have a great relationship with Zemeckis. I work with him on Beowulf. Hvað er innsæðið þetta að segja? Hvenær kom það 300 út? 2006. Þá slæði Butler í gegn. Okkur finnst mér eins og Butler hafa verið í þessari mynd. Hvað fikk hann með lukkið? Nei. Did he give you the nod? Takk bara þessin. Var Butler í þessari mynd? Ég held að sé þessa mynd. Veit ekki hvað myndin er. Það var svona tölvugjert dæmi. Svar. Mér langar að hugsa á Ray Winstone for some reason. Ég var að segja, var Butler í þessari mynd? Okkur finnst mér eins og Butler í þessari mynd? Segðu það bara. Do it. En ef það er Crispin Glover, þá var ég mjög sátt. Það var mjög leiður. Því ég veit ekki hvort að Butler hafi verið í þessari mynd. Að Crispin Glover hefur leikið voice acta Beowulf. Er hann með rödd til að leika Beowulf? Hvernig Butler rödd? Hvernig hljómar? Nú þarf ég að fá svar. Og svarið er... Gerald Butler. Það er rámt. Hann var í annari Beowulf-mynd. Hvað var svar? Og Crispin Glover lék Grendel, en þetta var Ray Winstone. Pissa. Aftur? Nei. Sykusíki. Já, Og Jesus. heilaskemmtu. Ég held að það var bara walkout. Já, það var mjög aftur. Það að vinna, hvað? Hoppa í burtu. Það var önnum meginn, ég heit Beowulf og Grendel. Minnir að Butler að leiki Beowulf þar. Já, ok. Og Crispin hann leik Grendel í þessari. Já. Þetta var Ray Winstone. Ray Og Kíló sagði það. Sæði það bara. Ok. Ray Winstone. Aldrei hefði mig dottið það. Ray Winstone, er það ekki... En það er réttu þeir breyttu andlitans. Já. Og ég man alltaf, þeir tölu svo mikið það, eins og Ray Winstone var að tala bara hvað, ég get leikið alveg bara geðveitt svona massan og flottan og stóran gaur, en hann leit ekki þannig út með þessari tækni. Þetta var þeirra sem ekki svo bara að bulla í ferlinum sínum. Já, hann misti vitið. Mér varst það fín mynd. Hafið þið séð hana? Já. Nei. Ekki séð það, mynd nefnilega. Það var svo fín. En allt þetta tímabil, Christmas Carol myndin hans, hvað var það, Mars Needs Moms. Framleitan hann ekki bara. Ég kenni honum samt um. Þú kennir honum samt um. Hann hefði getað sleppt í að framleiða hana. Já, en það er málið. Höldum áfram. Ég þarf að klippa út 2 pissupásur út af Kíló. Það er nú verið að finna að þetta verið walkoutið. Kæmi ekkert aftur. Já, bara fór. Shit. Mér finnst Beowulf ekki vera í nördastöf. Ég er ósamála. Það er fantasíumynd. Það er rétt, það er fantasíumynd. Ég held með þess að ég hefi googlað því ég var að gera nördastöfu. Mér minnir ég að búið til flokki Fisko, svo googlaði ég eitthvað. Og mér minnir eitthvað svona nerd movies, mér minnir bara Beowulf hafi poppað þar upp ásamt, þú veist, eitthvað með. Kíló, þú varst með þetta! Ok, er það ekki Kíló Ísrael? Já. Jú. Ok, við erum byrjaðir aftur. Ok, við varum elda að við farum í hana. Það nördastöf ekki þjóna okkur vel. Nei. Fyrir mig löggur og bóa. Löggur og bóa.
Löggur og bóvar. Spurning 1. Árið 1998 kom út löggumynd eftir F. Gary Gray með Samuel L. Jackson og Kevin Spacey í aðalhlutverkum. Hvað heitir myndin? The Negotiator. Yes. Negotiator. Negotiator. Æðisleg. Ég horfði á hann aftur um dag. Haldið hann í nördastöf? Já, Ólumóni, Nördastöf bara. nördastöf. Hún að spyrja hann hina Beowulf mynda. Þá erum við búin að gefa svar. Spurning 4. Hver lék illmennið Apocalypse í myndinni X-Men Apocalypse frá árinu Oscar Isaac. Oscar Isaac. Hvað er það að taka? Hvað segir þið? Löggur og bóvar. Löggan bóa. Löggur og bóvar. Spurning 2. Hver skrifaði og leikstýrði löggumyndinni End of Watch frá 2012? Hérna... Hvað heitir hann? Ég veit þetta. Ég heldur við með það. Veitu, hvað heitir gaurin sem skrifaði Training Day? Það er leiksturinn líka það var. Nei, hann skrifaði hana bara. Ekki. Skrifaði líka House Times. Ekki með namni. Ég veit þetta, sko. Þeir veit þetta helviðsvíkuleika. Þetta er ekki komið að þú voru að Ray Winston og þetta svar, sko. Ég skrifa einu vísbyrtingu, þetta er ekki Ray Winston. Nei, ok, what? Shit. David Ayer. Rétt. Yes! Hvaðan kom þetta? Mind Palace. Mind Palace. Ok. Ok. Ólumóni. Klára nördastöf bara. Klárum nördastöf. Síðast á nördastöfið. Hvað heitir leikarinn sem talaði fyrir illmennið Megamind í samnefndri kvikmynd frá árið 2010? Will Ferrell. Will Ferrell. Það er rétt. Megamæði Þetta er, gegnkómynd. hún er mjög góð. Þetta er, hérna erum við að tala um keppni, sko. Kíló, Ísrael. Haldur komið löggan bóa. Þegar við farið í Löggur bóf. löggan bóa. Löggur og bóvar. Löggur bóf. Hvað heitir leikkonan sem lék Mirtha Young, eiginkonu George Young í krimamyndinni Blow? Í krimmyndinni. Blow. Er það ekki Hérna, hvað heit leikonan? Hvað heitir leikkonan sem lék Hérna- Mirtha Young? Penelope? Penelope Cruz. Já, það er ekki hún. Er það ekki hún? Penelope Cruz. Læst svar. Læst svar. Það er rétt. Já. Já. Hvað er við að fara í mánu? Þetta er hraðaspurning. Ártölulega bardaga, já, ártölu er þú. Bardagastjörnur er svona, held ég að við getum báðið svona nokkuð neginn í. Hvor vilt þú frekar? Sko, já, testa bardagastöður. Pröfum. Bardagastöður. En Bar- er þetta búið það? Já. Nördastöf er búið. Barðastjörnur, Ólumóni, hvað heitir leikkonan sem lék Yu Xiu Lin í Crouching Tiger, Hidden Dragon? Fuck me. Var það... Býtu... Hún er... Býtu, það er engli, eða ekki? Jú, það er 2000... Nei, hvernig kom hún? 2001. Menn er eitthvað að kvísla sér ná. Myndi hún að vera því? Það að segja hérna. Hvað segir, Yu Su Lee? Ég veit alltaf ekki alveg hversu vel ég er að berða fram. Yu Xiu Lin. Mér nefnilega finnst þess að þessi fyrri, Já. ég hef ekki séð þessa myndafli, en mér finnst þess að þessi fyrri hafi verið í henni, Ok. en mér finnst þetta hljóma eins og hlutur sem að hinn mögulega myndi hafa fengið. Já, segja fyrir bara. Sem fyrri. Var það Lucy Liu? Rám. Það er rá. Ekki Michelle Yeoh. Ég held þess að það er eina kona sem mann eftir að vera í mynd. Þannig Herru, við ætlum að gíska á Michelle Yeoh. Það er rétt. Kjú! Hvað ætlið þið í Kíló Ísrael? við erum alltaf þetta er löggan bóa. Löggur bóa bara! Löggur og bóa. Stefni, löggur bóa! Hvað heitir leikarinn sem lék fangan Frank Morris í 70s myndinni Escape from Alcatraz? Það er Mr. Clint Eastwood, eða ekki? Það lítur það. Jú. Ég man ekki hvað hinilegan hittur, en hann var Ég hef svona... ekki séð hann, en jú. Nei, mjög gott. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Rétt. Jú! Löggur og bóar. Kíló og Máni. Nei, Kíló og Máni. Það var létt. Já, er hann grilla. Þannig Þú er spurði ég. svissvilli! Ól og Máni.
Ég held að þetta sé allt svolítið svona jaft bara. Já. Hvað viltu skjóta á? Er eitthvað eftir í löggur og bóðar? Það er ein. Það er ein eftir þar. Já. Taka ártöl. Tökum ártöl. Látum hvað er. Ártöl. Spurning 1. Frá hvaða ári er myndin Three Men and a Baby? Býtum við. Þetta er... Hvað er líka aftur í henni á Tom Selleck? Ég held að Ted Danson var í henni. Tom Selleck, Ted Danson, já. 80s myndi ég skjóta á. Eða early 90s. Hver var þriðji gæðin? Ég man það ekki. Það er ekkert að spyrja hann. Nei, við erum að finna út svona hvað tími þessi þrír gæjar voru relevant á sama tíma. Finnst eins og hann hefur komið 87. Skjótum að það. 87? Vel gert. Ég seti 89, sko. Varstu með þetta, Ísrael? Já, ég með þetta. Óla Máni, vel gert stig. Klára lög og bóa. Við viljum fá síðastu lög og bóa. Hvað heitir rapparinn sem lék aðalhlutverkið í 90s myndinni Gridlocked ásamt Tim Roth? Tupac Shakur. Stig. Var hann rappari? Já, það var bara mjög góð mynd. Ég sá hann ekki. Hvað viltu taka manni? Nú er Förum aftur í... Ártöl bara aftur. Ok. Já. Löggur og bóður er búið. Allir ártöl. Já. Frá hvað ári er The Good, The Bad and The Ugly? 1966. Damn. Vel gert. Wow. Þetta er bara svona hratt spurningar. Nei, barnastjörnur. 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 Ég hefði þetta með barnastjörnur og barnastjörnur. Mac is back. Mac is back. Myndið þér að fara í barnastjörnur? Já. Hvaða bardagakappi lék aðalhlutverkið í bardaga/grímyndinni The Tuxedo með Jennifer Love Hewitt? Ég elska hann að leikara. Jackie Chan. Þetta er Jackie Chan. Já. Jackie Chan. Gimmikið þar er að búningurinn er að gera það fyrir hann. sútið sem gera. Já, þannig að hver sem hefði geta verið í. Hver sem hefði geta verið. Ég nefndi ekki þessu mynd. Það er ekki drast. Nei, ég horfði á hann jólin. Það er smá jólatrýð. Er jólatrýð? Ég manna ekki. Vá, ég var að muna núna hver ég gleymdi. Ég gleymdi að tala um verðlun. Já. En ég útskýra eftir. Ok, það er bara aðeins öðru í svona. Er ekki Óli og Máni? Já. Ártöl. Haldu okkur þar eða? Eða viltu taka bardagastjörnur? Tökum bardagastjörnur aftur. Ok, bardagastjörnur. Bardagastjörnur. Spurning 3. Hvaða harðjaxl lék aðalhlutverkið í Death Race endurgerðinni sem kom út árið 2008? Jason Statham. Það er rétt. Voru þið ekki með Statham spurningum síðast líka? Var það ekki? Jú, það var hver afhendir Cruise tösku. Já, alveg. Statham. Það var góð spurning. Já, takk fyrir það. Ok, Kíló og Ísar. Ekki bardaga aftur? Já, bara klárum. Jú. Hvað maður eftir bardaga? 2. Tvær eftir, koma. Bardagastjörnur. Árið 2013 leikstýrði Keanu Reeves sinni fyrstu kvikmynd í fullri lengd, en myndin var bardagamynd með Hugh Jen í aðalhlutverki. Hvað heitir myndin? Er þetta Ronin. 47 Ronin? Já, 47 Ronin. Það er rámt. What? Myndin heitir Man of Tai Chi. The Man of Tai Chi. Alveg rétt, Það er rétt, Þú Jóla. talaði um hana. Wow. Damn. The Man of Tai Chi. Það er ein eftir í bardagastjörnu og svo ártöl. Taka af manni. Já, tæmum bardagastjörnur. Bardagastjörnur. Tæmið bardagastjörnur. Muna, hann er geggjur ártölum. Hvað heitir leikonan sem lék Vernita Green í Kill Bill? Vernita Green. Ég er ekki með það. Vernita Green, hún hljómar ekki eins og Lucy Liu. Nei. Hún var í henni, svo. Já, hún var í henni. Hljómar ekki eins og Uma Thurman, jafnlótt hún var í henni. Fleiri myndir sem ég hef ekki séð hér lengi. Manstu eftir einhverjum fleiri leikonum sem var í henni? Já, ég man ekki nafnið á henni. Byttu nú aðeins. Já, þetta er hún. Ok, damn, býtu, ég er að reyna að
koma nafni á hana menn eru eitthvað að hugsa hérna Nei, það er ekki hún. það er ekki hún Nei, ég heldur sem ekki með þetta. hvað er svarið strákar? ef við skjóta bráð, þú veist Beverly D'Angelo eða eitthvað það er ekki hún Nei, segjum bara pass. Já, Passir ekki með þetta, Já. er þeim þetta? Ég svart ekki það. Hvað sagði nafni verið? Vernita Green Hvað var nafnið henni í myndinni, veist? Ég var að hugsa hvort það veri Daryl Hannah. Það er eina nafni sem ég dettur í hug. En ég veit ekki hvað hún heit. Ég veit hvað karakter þú ert að tala um hann. Ég man ekki hvað svo leikar heit. Mér langar að gíska á þess á Vivica Fox. það er rétt Yes, right. ok Vitið þið eitthvað mikið um svona black actors? hvaðan kemur þetta? Nei, ég bara spyr. þetta var einlega spurning Ísa var Það bara er Will Smith spurningin það. Nei, ef þetta kemur upp svona, ég ólst upp að horfa mikið svona black comedies, black dæmi. Það kemur ekki upp mikið á svona spurningum. Ertu að segja þá að þeir hafa eitthvað á móti svörstu fólki? Já, Búið til eitthvað drama. Er það ekki Kíló Ísrael? Já, ekki bara ártölu. Það er bara ártölu eftir. Já. Ártulættir come on, this is all you. Spurning 3. Frá hvaða ári er Netflix jólamyndin Klaus? Hvað er þetta að tala um? Þetta er æðisleg mynd. Er það? Tilnefndu Óskarsverðlaun sem teiknimynd. Það var 2019. Það er rétt. Ég veit ekki neitt um þetta. Vá, vel gert. Mæli með þessa mynd. Geðveik mynd. Mæli með. Besta jólamynd sem við komum út bara Klaus? síðustu 25 ára. Já. Þetta er teiknimynd. 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 hvað er hún? Fjallar svo uppbruna jólasínsins. Já, geðveik mynd. Æ, hún er svo falleg. ok Ég táraðist í Já. þessa mynd. Ángríns, Hún er táraðist. þannig, sko. Maður bara fellir tárið. Óló Máni, spurning 4. Þið fá ekki að velja ártöl frá hvaða ári er Chinatown? 1974. Það er rétt. Damn. Vel gert. Seinast ártal. Síðasta ártal spurningin. You got this, you got this. Frá hvaða ári, Það er fleiri spurningar. þetta er síðasta spurningin í allir kemni. Frá hvaða ári er To Kill a Mockingbird með Gregory Peck? Þetta er. Hann vann Óskarinn besti leikarinn. Þetta er 1962. Damn, bro, gætja maður. Wow. Mánuð vissi það, ekki? Býtu, voruð þið ekki með, saman, voruð þið ekki með öll ártölin? Jú, það var ekkert ártal rámt hjá okkur. Þetta er alveg, ég tengi hann alltaf við Lawrence of Arabia. Sama ár. Jæja, Gjörólíkar strákar, myndir. Já. var þetta skemmtilegt? Þetta var skemmtilegt. Það var spennandi og skemmtilegt. Góða spurningar. Það er ekki að segja að þetta hafi verið spennandi. Já, myndir allan Í lokin, það var þetta orðið spennandi. Já, Strákar, Hvað unnið er með miklu? þetta endar í... Þetta endar í... Óli og Máni er með 38 stig. Kíló og Ísland með 46 Já. og þeir eru sigurvegarar. Nice. Til hamingi við sigurinn. thank you. Óli og Vá, Máni, ég bjóst ekki við þessu maður. Vá. fyrst Takk sem fyrir þeir meistaraverk. tapa. Þetta er bara... Ég er bara eftir mig hérna. Þetta er, sko, ég veit nákvæmlega hvað gerist. Þetta var þetta, hvað svo illa okkur gekk í byrjun. Við hefum svissað strax. En þeir eru svissu, fólk eru ekki ganga betur. Já. Það er spurningar sem þeir neldu hana. Ég var með allt hana, með þetta grís og hitt hana, Star Wars. Ég bara, já, við ekki. Þetta endar með 8 stömmum. Áttastöðum. Þetta er eins og svona sigrar svona leikers Þetta 91, þýðir 92. rematch, sko. Þetta Það ekki? Já. Við áttum svo gott comeback á þarna karakterhjólum. Já. Ég þarf aðeins að hugsa rematch. Já, Þetta er mér svolítið mikill, þetta er mikill munur. En að Ég var alveg Átta rematch. En að samin að við erum Þið saman í- fjórir á móti Já, stækka stúdíói. Já, þetta, hvað, atriðin í byrjun. Allt sem þeir fengu, það vissi ég, en allt sem við fengum ekki, vissi ég ekki neitt, sko. Ég var bara, what the fuck, sko. Sko, ég ætla aðeins að segja ykkur, ég ætla fyrst að tala um verðlaunin. Ég ætla að gera alltaf sérstætt með verðlaununa. Þess vegna er ég ekki með þeim með mér. Ok. Þannig ég áttar að afhenda ykkur þau
það kemur ljós. Útlandaferð. Nei, það er eitthvað sem, það er eitthvað svona custom made. Going to Disneyland. Ég vildi fá að vita hvort liðið myndi vinna á en ég auðvitað eðlilega get gert þetta. Til hamingjustrákar, þetta var geggjum framistæða. Því var náttúrulega sigra mjög sterkt lið í Óla Mána. Bara öflugir andstæðingar. Sko, það sem ég langar að gera, eins og ég sagði hann, ef þetta er verið eitthvað svona 1-2 stig, þá ég fara bara strax í rematch. Ég ætla ekki að gera það núna. Okay. En það sem ég langar að gera á næsta ári, ég langar að gera annar mót. Og planið er, þú veist, ykkur gekk það vel núna, þú veist, á móti Óla Mána, sem er náttúrulega ekki djóklið. Það sem ég langar að gera mót á næsta ári, sem þið eru ekki í. En sigurverðin sem vinna mótið keppa við ykkur. Það er rematchið, sem sagt. Ok. Þannig að koma. Getur orðið, og ég ætla sjálfsög að bjóða Óla Mána, að vera með í því, að sjálfsögðu. En mér langar að gera, ég er orðin svolítið sósaður þar að sama allar þessar spurningar, en mér langar að gera svona stærra mót. Mér langar ógeðslega mikið að hafa 8 lið. Okay. Og þá langum að hafa bara, það væri mjög gaman að fá konur með þetta. Já. Þannig að konar hlusta á þetta núna og þið tellið ykkur geta keppt við þessa gæði sem hafa verið hérna, endilega hafið samband við mig á Instagram. Það væri mjög gaman. Það sem ég vil sjá eru bara hardcore lið. Þú veist, hardcore lið, Óla Máni er hardcore lið, þið eru hardcore lið. Og mér langar svolítið að gera svona mót, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvenær ég gerir þetta, en mér finnst svolítið gaman að hafa svona 2 mútur tömur. Þannig að það er svolítið mitt plan. Hvernig líst ykkur á? Bara frábært. Geggjað. Ég er bara Bara strax útla gaman að fá að taka þátt í svolítið. Ok, og það sem mér langar líka að gera næsta ári, mér langar að keppa. Yes. Já, líst mér vel á. Ætlar þá að vera með Snorra eða einhverju með það? Ég er búinn að útvega eitthvað sem ætlar að semja spurningar og vera spyrill. Geggjað. Men ég er ekki búinn að velja mér keppanda. Ég veit ekki hvenær það verður. En ég get ekki tekið þátt í mótinu. En það getur vel verið að ég skori á sigurverðan úr því. Okay. Ultimate sigurverðan. Ok. Sem vinnur sem sagt sigurverðan sem keppa þá við ykkur. Þetta er rosa metnaðfullt, kannski næ ekkert að gera það. En mér langar að gera þetta. Þannig að einhver er að hlusta á hana þátt. Núna. Einhver hardcore aðdáandi. Sem er bara svona, ég get unnið þess að gura. Þeir veit ekki neitt. Í hvert einasta sinn sem þú hefur hort á þessa þætti og þú hefur sendt e-mailin, ég hefði rústað þessu, ég hafði öllu saman. Nú færð þú að sitja það fyrir framan myndavélina. Kannski. Ég tek ekki hvert sem er. Því ég, eins og segja, ég vil fá hardcore liðið þetta. Og þá er þetta bara svona ultimate. Svo sest ég bara í Helganstein. En það er svona plan á næsta ári. Þannig að þið sem er að hlusta á hana þá, bara, og ef þið teljið ykkur, vita, mikið bíómyndir, endilega hafið samband. En þá allan eitt lið sem alveg pottet í þeim þætti, eða í því móti, Óla Máni, ef þið hafa að taka þátt í því. Þannig að kannski endur á því, eftir smá ferli, að það verður rematch, það gæti vel verið. Það kemur í ljós. En strákar, förum bara slútt þessu og ég hugsa ég ná ekki að gefa út einn þátt annan þátt í viðbútt fyrir áramót. Þetta er síðast þáttur minn á árinu. Strákar, takk fyrir allt, eins og ég sagði hann, ég elska ykkur alla, þið eru geggjaðir og þið ætlar að koma í fleiri þætti. Ég er strax búinn að plana þætti með Óla Mána, til dæmis. Alveg rétt. Ekki svona 10 þætti sem við erum alltaf að gera. Menn það ætlar að klára Nólan. Já, nákvæmlega, ætlum að segja. The Odyssey þegar að koma út. Það verður, gerum við ekki bara að þeirra Odyssey gjörur. Þetta er búið að býða svolítið, þetta er búið mér að kenna hvað það tók langur tíma. Og Kíló og Ísrael þið komið næst kannski bara eitthvað svona spjall, ekkert endilega saman, sikkurlegi. Við erum núna bara double teaming. Við erum double impact. Bara heilin okkar, Synka saman. En þið stóðu okkur mjög vel sem lið, komplimentu konar mjög vel. Þetta var geggjastrákar. Ég segi bara gleðileg jól, gleðilegt nýtt ár. Og þið sem er að hlusta eða horfið reglulega á podcastið. Herru, getið þið hort í myndala og þá er það bara svona. Þetta er YouTube thumbnailið. Geggjastrákar, takk fyrir og þeir sem er að hlusta eða horfa reglulega á podcastið, ég elska ykkur öll. Takk fyrir, ég veit ég sjá mikið en þið heyrið í mér. Takk fyrir strákar, þetta var geggja. Takk fyrir. Takk.